30. þáttur, það alvöru. Já, þetta örugglega, hálfs á sammæli. Já. Cirka. Það stórt. Já. Þetta eiginlega árssammæli því við byrjuðum hana bara rétt upp úr, við byrjuðum ekki að taka upp almennilega, við vorum bara, pældi, þegar við byrjuðum, þá vorum við bara að tefla, tveir, spila skák. Bara lúðandi sem við erum. Já. Og nú erum við farin að, nú ekki bara biss eftir biss og við erum með Sindastað Jensson í kvöld. Já. Þetta er annar staður. Líka bara, það er hann langt síðan við fengið gest sko sem að það er svo mikið sem við getum talað með hann sko. Eiginlega bara allt sko. Við þurfum að passa það að þátturinn verði ekki á langur sko. Já, við reynum að halda honum í 1:30 en við erum með mógul í setta og getur allt gerst. Mér langaði aðeins að koma inn á AHA. Já. Þakka þér kærlega fyrir AHA höllina. Vorum við að tala um fyrir þátt, hvað eru frábærir? Já, þeir eru flottastir. Ásamt að sjálfsögðu Dómus Nóa. Já. Ég held sem hún að segja þetta áður sko, en mér langar smá sko, ég keypti mér fast hérna í janúar. Já. Frá Dómus Nóa. Nei, ég er að ljúga, hún var ekki á Dómus Nóa, en ég vildi óska þess að hún hefði verið á Dómus Nóa. En mér langar bara smá að setja mín á sölu sko, og svo bara hætta við, bara til að sjá hvað það væri fljótur að selja, því að max klukktíma held ég. Já, hann byrja út. Bara passa. Og okkur yfirverðið sem að Já, bara passa að hafa hana nóg, stilla verið nóg hátt fyrst sko, af því að það verður mikill skellur að fara út bara strax sko. Rétt. Domusnova.is, það er líka, þeir eru með einhver sumarhús þetta líka og ég bara mæli með fyrir fólk sem er að horfa að skoða þetta. Síðan verði ég líka áður en við höldum lengra að koma aðeins inn á Hreyfil sko. Já. Því ég var á Átó helgina. Og þú notaði Hreyfil, ekki? Frábær skemmtistöður sem var opnað niður í bæ. Já. Og svo þurftum að redda sér heim. Já, þú veist, ég var ekkert að hringja inn á klúbbnum, ég bara vippaði upp appinu, bókaði bara, allt klárt. Ég myndi að halda kellingarnar með trillta róðu þegar við sáðum með þetta app sko, þetta er ekkert eðlilega flott app. Ég veit, þetta er retro, þetta er maður með stíl. Það er bara þannig sko, þetta er bara gaman sko. Já, ég skar mig vel út á hana. Mér finnst það bara ótrúlegt að gestir kvöldsins séu á lífi eftir að koma hingað á hoppjóli sko. Já, talandi það eru gildir sko, við sendum hann heim í Hreyfli sko, það er klárt. Fyrsta sem ég gerði var að farga þessi hjóli þarna. Já. En Sindastað Jensson. Já. Athafnamaður með meiru. Athafnamaður. Veitingamaður. Tískukóngur. Já. Bara hvað er hann ekki? Já. Bjóðum hann hjartalega velkominn. Æðislegt. Velkomin. Sælis. Takk fyrir þessu þar. Takk fyrir, erum við með eina mikrofón allir þrír eða? Já, við erum þrír. Aðalatrið að heyrist þín hér. Já, ok. Sko, fyrsta spurning allt svo sama skákmaður Sindri Snær. Hann er bara ekki til. Nei. Ég kann mannganginn. Já. En það er ekkert mikið meira en það sko. Nei. Búin að vera að æfa þig fyrir þáttinn. Já, ég fór inn á chess.com aðeins í dag. Já. Og var eitthvað aðeins bara, hvað maður að segja, stressaður að gera með fífli hérna. Já. Þannig að ég las mig til einhverja opnanir. Ok. Og prófaði einhverja nokkrar og þú veist að vinna tölvuna nokk sinnum í svona auðveldri stillingu. Þannig að þú ert vel undirbúinn fyrir þátt kvöldsins. Ég myndi ekki segja það, en er þetta einhver hraðskák eða? Nei, þú fær nægan tíma. Ok, ég er ágætlega þengjandi, þannig að ef ég fæ spá í þessu þá... Já, þú ert mikill pælar og við komum betur með að þetta er mjög gott sko. Já, þannig að þá gætum við náða einhverju góðri niðurstöðu sko. En svo sem ekki lagt inn áherslu á skák, þannig ég er alveg tilbúinn að tapa líka. Já. Bara fyrsta spurning kvöldsins, þú lítur að vera mjög ánægð með nýjustu aðgerðir ríkisstjórnarinnar að herða aðgerðir. Já, frábært. Nýbúin að stofna skemmtistað. Þetta var algjör skellur á föstudaginn að fá þessar fréttir. Já, fyrir fólk sem veit ekki, þú gast fyrir opið til hvenær og hvenær þarftu að vera loka núna? Já, við vorum að opna Átó í Lækjargötu sem er næturklúbbur og vorum svona tiltölulega nýbúnir að fara úr því að vera opið til 1 í að hafa opið til 2 og það munar heilmikið það í rekstrinum og öllu og svo var það núna skorið niður 2 tíma en við hafa opið til 12 sem þýðir, og þetta á gildi 4 vikur. Já. Sem þýðir það bara að við þurfum að opna kl. 7 eða 8 og reyna að ná upp ykkur stemmingu. Já. Sem að gæti verið snúið þar sem að stjórnvöld og sóttvarnalæknir keppast líka að segja fólki að fara ekki að skemmta sér. Já. Þarf ég að vera með grímu að dansa hérna á staðinu þínu? Nei. Þú þarft þess ekki en... Ég myndi alltaf vera með það samt. Já, en það er náttúrulega, reglurnar eru þannig að það sem er ekki unnt að tryggja eins með það reglur. Þannig að þú ert á dansskólanum með grímu? Já, en nei, það er enginn með grímu. Nei, ok. Og já, ég myndi helst vilja hafa grímubann. Já, já. Ég myndi helst vilja hafa það. Já,
Það búið að bólusetja alla. Já. Það var leiðin út úr þessu. Já. Og núna er hérna komið tími til að treysta bara fólki fyrir þessu. Ef þú vilt ekki fá COVID, vertu bara heima þar. Þá þarftu að passa þig sjálfur. Já. Það eiga allir að fá COVID. Já. Þetta ekki að fara neitt. Nei. Þannig að það eiga allir að fá þetta á þeim hraða sem þetta er núna í gangi. Það mun taka 15 ár fyrir alla Íslendinga að fá COVID. Já. Og það gengur ekkert upp að lifa svona einhver 15 ár. Erum við að sjá fram á það? Erum við að sjá fram á að þetta verði bara 15 ára verkefni, prófið? Takmarka fyrir 15 ár. Já, á þeim hraða sem smittin eru núna, þá mun það taka 15 ár að smita alla Íslendinga. Já. Þannig að það þarf bara að sleppi það eins og það þarf að hætta að testa svona mikið af fólki. Og það þarf bara aðeins að fá að fara og þeir sem vilja ekki fá þetta, bara fá þetta ekki, skilur, og verður bara heima á sér. Hinn fá bara að lifa sínu lífið, það er mest allt ungt fólk. Mesta ástæðan í fréttum núna er að 2% þeirra sem smitist þurfa á innlögn að halda. Fréttin ætti náttúrulega að vera bara, 98% þurfa ekki á innlögn að halda. Skilur hvað þið? Ég skil hvað þið, já. Bara fáránlega jáka frétt. En þetta er bara allt sett upp neikvætt. En Leifur, veistu hvaða fólk það er sem að fer ekki í innlögnuna? Nei. Það er fólki sem er ferðasæti frá Kemi. Já, það er rétt. Þeir eru með hanskana, grímuna og eitthvað eitt í viðbót. Já, tunnudrillir. Já, tunnudrillir. Sem er reyndar uppsöldur en... Herru, ég segur yfir í gikkinn og taki fiskákina. Já, getur gert það. Þetta er þú fær 15 mínútur og 10 sekúndur á hvern leik. Þú fær basically allt kvöld fyrir þetta. 10 sekúndur á hvern leik? Já. Þú bara basically hefur bara... Ok, er ég svartur? Svartur, þú hefur allan tíman í heiminum, þú mátt spyrja mig, mátt spyrja Leif. Ég skil. Þú frekar spyrja mig. En ef við förum aðeins yfir hérna... Hvar eru 10 sekúndar? Það stendur hvergi? Ég sagði, þú sér klukkuna hérna og prófa að leika leik síðan. Já, ég er ekki búinn að ákveða hvað ég ætla að leika sko. Fyrsti leikurinn var góður þar. Já, takk. Ég var aðeins skoðið í dag. Já, það er bara eins og sem stórmeistari setti þetta sko. Það róum okkur. Ég er bara að setja vörd fyrir peðið mitt hérna sko. Ég er bara að verja peðið sko. Það er hann að koma sem hérna biskup út mögulega. Sko, setjum hennan út. Já. Við hvernig er ég að tefla? Þú ert að tefla við eitthvað í Jóndibæði núna sko. Prófa að íta myndina á honum hana. Þetta er einhver bandaríkjamaður. Þetta er einhver kanni sem ætlar að sína þér 2 heimar. Ok, betur, hvað er hann góður eiginlega? Hvað þarf ég að hérna... Hann er að senda hérna, það er ekki nóg að vera góður aðtánamaður, hann ætlar líka að vera góður skákmaður. Ok, hann veit sérst við hvernig hann er að tefla það. Já, nei, ég er ekki að bylla, en já, ég myndi alveg segja að þetta væri gæi sem að fæða sér kaffibolla á kvöldin og teflir. Já, svona þú. Einu sinni þessari viku, þannig að... En þú segir að skákmaður sé engin, þú veist, einhver staðar hefur nú lært mannganginn. Já, ég held að það bara verið í grunnskóla, þegar ég var lögnaskóla. Svo var ég mikið í vatnaskói, það var stundum verið að tefla þar. Djótiránu er það. En ég hafði engan áhuga á því sko, ég var bara í fótboltanum. Af hverju gerir hann ekki? Hann er bara að hugsa. Hann er svo mikið tíma eins og þú sko, við erum ekkert að flýta okkur með þér. Hann er ekki í hlaðvarpi sko. Ég málega, núna er ég að keppa sko. Ég bara, skilur, það er allt komið. Það er allt komið í gangi að mér sko. En betur, hvað er hann með mikið elóstegum þessi gæði? Íttu aftur á myndina. Hann er með 801. Já, ok, ég á litla líkur hérna sko. Ég var að vinna tölvuna í dag þegar maður með 400 stig sko. Og þó, en þú er núna með 2 vini hliðina sem getur allt spurt sko. Get ég ekki hrókjara þessum djöflum ef ég sett biskupin út eða? Samt brast, ég myndi frekar hrókar í hinn áttina sko. Já, hérna megin? Já, koma rittar með biskupin út andan vinstra megin. Shit. Er leikurinn frosinn eða? Þú ert leik. Á ég leik? Já. Síðan hvenær? Hann lauma á teginu sinna upp í vinstra horninu. Akkur sagði engin nei? Nei, ok, ég skal alltaf láta það vita. Ok, setjum þann, nei. F6 frekar. Það ekki? Já, hérna, já. Já, en ef við förum aðeins yfir Laugarnesskóla og svona ungdómsárin. Þetta er Laugarnesskóli, ég vildi ekki segja það off-air. Hvað er það? Ég er í Laugardalnum, ég er alltaf Þróttari upprunalega sko. Ég elst upp þar sko. Byrjaði að fótbolta 5 ára þarna í Sæfæðarsundinu. Já. En harðu KR ykkur í dag? Já, ég fæddist í Vesturbænum sko. Mamma spilaði handbolta með KR og ég fæddist hérna á Bræðarbólstíg. Já. Já, einmitt nú manni það var Sindri sem sagði að Þróttur væri lúseraklúbbur. Já, það var svona góð meining með því. Já, en hérna... Gimme 5 stemming. Já, ég var svona aðeins að hérna koma létt skota mína fyrir félaga þar sko. En það átti ekki að... Þetta var ekki vandað orðaval hjá mér sko. Nei. Og þú taka þetta tilbaka og ferði það að tekja fyrir til þess? Ég myndi orða þetta bara öðruvísi. Já. En svona pointi stendur einhverju leyti sko. Það er svona ungmenn andi, svolítið. Já, hefur verið sko. Ég var til að sjá meira sko bara ruthless upp allt að kenna sigur hugafar sko. Já. Sko, hvað er að gerast það var? P og E6.
Eða? Já. Þú ert með fína stöðu, sko. Já. Þegar maður koma þessu biskup út. Já, rétt og hrókara. Já, það var sér að pæla að gera byggja upp sem að varnavegg hérna. Mér líst bara mjög vel á það, sko. Þú ert alveg keppnismæður. Þú ákvæði langar að vinna. Ég bara, sko við höfum með skápmynd í settu, það er engin jafn æstur að vinna á þú, sko. Ég er ánægður með þetta. Getur ekki farið alveg hingað það? Jú. Þetta er maður sem er komin í gang til að sigra, það er búin til staðan, sko. Það er klárt. Já, ég er sko vanur, ég var að hrókera þetta hinum megin af því ég var hvítur alltaf. Ég var að fatta það núna því ég er svartur. Já, þú vilt, það er svona almennt talið betra stuttróka, sko. Sem er sérst kóngurinn til. Akkur sé ég ekki þegar gæðin er búinn að gera? Hann er ekki búinn að gera það. Þetta er gæðin með 800 elástig og hann er bara að slowplay þetta. Já, hann er Sérðu hvað hann gerir? Hvað Hann er ekki langkrókuna. Hvað ger hann? Sérðu þarna sem hann var að langkrókuna, hann var að hrókara. Svo gulur reyndin alltaf? Ég skil. Ok. Hvað gerir Sindri þá? Það er spurning. Sko, mér langar að hrókara líka. Ekki bara blása til sóknar. Ég er að spája hvort það er þeim frekar að sækja, sko. Negla drottningur upp. Drottning A5? Já. Já, mér líst vel að drottning bara alveg út á kant. Þjarma að hann. Neglinu bara heiðu? Já. Ég verði eiginlega að fylgjast betur með hvað hann er að fara að gera. Venjum með skákin algjört aukaðatriði hjá okkur í kvöldi, en ég finnst þetta bara stefni í alveg skák þá þetta. Já, ég held bara þeir sem er að hlusta á Spotify eða Apple Music kveikja YouTube eins og skota. Hafið verið með eitthvað sem kann eitthvað í skáka? Já. Já, við hefum náttúrulega fengið best skákmann landsins tvisvar. Já, hvað heitir hann? Hjörvar Steinn. Já. Og svo fengið hann þetta Rikka G. Er hann sleipur í skák? Nei, hann kann ekki manga ekki. Já, ok. Nei, þarna... Er ekki góður í golfi? Það? Já. Já, hann er með 8 eða eitthvað. 7-8. Hvor er betri, hann eða Höðinginn? Það er svipaðir, sko. Eða ekki? Já, hver eru þrír? Er gæðin búinn að gera það? Nei, hann er bara... Hann er í öngum sínum, sko. Ég er sko sveitur í lófunum, sko. Eða svona öðrum lófunum. Já. Við erum með alveg rólegir hérna, sko. Sko, hann veit... Ég skal bara segja það, hann veit eiginlega ekkert hvað hann gerir núna. Þetta var nefnilega mjög góð leikur í það, sko. Sko, núna fer hann í... Hvað myndir þú gera núna? Hann hendur bara út peði. Já, hóta biskupniðinum. Já, við erum alltaf með vörn á hans, sko. Já, en biskup er 3 stig, peði er 1 stig. Já. Mér langar að þrusa þessum djöfli hingað, en þá verðum við svo sem að gefa hann, sko. Leifur, hvað myndir þú gera? Ég er að melda hvort að getur réttlegt að drepa þetta peð, sko, fórna biskupnum. Já, fórna var biskupnum strax. Sko, þegar anstæðingun er ekki sterkar en þetta, þá getum við alveg látið reyna á það og blöffa það, sko. Já. Að taka þetta peð út? Já. Let's go. Ok. Hann er að fara að stúta mig strax hérna, ekki? Jú, og þá bara dreipur hann drottningu. Og þá er kóngurinn sem ansi berskjallegar, sko. Já, þá þurfa að fara hann þarf að fara að færa hann eitthvað til. Ok, hann dreipur hann, þú sér það, hann er ekkert eðlilega stressaður, sko. Ég ætla ekki að jinxa þetta, en þetta lítið vel út. Ég fór á Mikka Ref í dag, ég ætla að reyna að fá hjálp hjá Dóra DNA. Ég sagði Dóri, þú ert einn af svona klárustu félagum mínum. Getur þú hjálpt mér eitthvað í skák? Og hvað sagði hann? Hann sagði, hringdu í Steinda. Er Steindi skákari? Já, hann sagði það. Steindi heldur með 14 stig. Ég sagði bara, Steindi ekkert að fara að hjálpa mér, en eitthvað Tenerife, sko. Þannig ég þurfti bara að gera þetta sjálfur. Já, og þú ert að ganga frá þessu sjálfur, sko, sýnist mér. Já, ég er nú búinn að fá smá hjálp frá ykkur. Ég hefði örugglega spilað þetta varnarsinnaðara, sko. Ef ég ekki... Sko, núna ertu bæði solid at the back og ert líka að... Mér er alltaf eigum miðjuna, sko. Vopnmiðjuna. Ok. Go for it. Eða ekki? Jú, bang. Talað solid at the back. Kill, skák. Ok. Hefur einhvern tíma verið með business in the front, party at the back? Nei. Ekkert svoleiðis? Hver er djarfasta hárgæsla sem þú voru unnið með? Vá, ég var alltaf með sítt hár eins og Atli Sigurjón, sko. Aha. Já, bara löngu ára að vera tísku, sko. Já. Bara þá erum við að tala um sko 2004 og 2005. Hvað ár gerði þetta þurr? 86. 86. Herru, gæinn, hann fariði bara kónginn. Já. Hvað ætlaði að gera núna? Sko,
Leifur, hvað núna? Sko ég myndi held ég henda bara í EF5. EF5? Já, lúka furðulegu fyrst sko, en bara koma senasta kallinum í spilið og... Já, þetta er bara frábær leikur hjá Leif. Ég verður bara að gefa hann það. Veitu, E5? Peð og E5, já. Hérna? Já, og ef hann drepur þá kemur biskup F5 skák. Vel gert, Leifur. Tjóðlega segir í þessum maður. Haldi aldrei Leifur sér bara með lúki sko, en hann er alveg klár sko. Já, hann er enda með sko gælt lúk. Veitu, hvaðan kom þessi tjóð? Ok, núna leikur bara biskup F5 skák. Biskup á F5? Já. Og nú skalltum hann það. Það er ansi álítlegt sko. Þetta er nú bara nánast. Hér? Já, ég set kampaðunni í þristi núna sko. Gæin er skákaður eða? Gæin er skákaður og bráðum mátaður. Það er nú bara staðan sko. Veitu, hann hefur enga útgöngulega. Hann á D4, þá bara drepur með riddara. Leifur það bara Þetta er nú bara eitthvað módel skákinn eða okkur sko. Já, þetta lítur ansið út sko. Já, það þarf að setja í eitthvað kennslubækur sko. Leifur, margir hafa komið orðum og sagt bara eru þessi skákir í upphafi hjá okkur alltaf eitthvað handrit sem við erum búin að búa til fyrir þætti. Það er ekki þannig. Nei, ég byrjaði þetta reynda sterkt, ég var ekki að segja það. En þeir komið þarna með valuable input að fara í þessa sókn og það er heldur betur að skila sér. Gæin veit ekki sér drúgandi ráð. Hann veit ekki neitt og hann á líka bara einn leik þarna. Er það ok? Riddari drepur? Þessi djöld drepur? Já, þessi djöld drepur. Ok. Sindri, þú setur þetta á CV þessi skák. En betur, kemur hann með drolluna núna og tekur riddarana? Nei, þá drepur þú bara drottningur hans. Já. Þetta lítur helviti vel út. Þetta er endara epic að við erum að fara að vinna þessi skák. Ég er að segja það, svo getur bara hallar aftur og þurfum við að taka aðra skák. Það er þægilegt sko. Þú ert 30. gesturinn okkar, það er einn labba hérna út með 100% sigurhlutfall sem er það sem þú myndir gera sko. Já. Svo svipað að ég var með í byrjunleginu á KR. Unnum með alltaf því ég spilaði sko. Já. Uppáhalds KR-lið? Hjá mér? Já. Þú veist, þegar ég var að spila? Já, eða svona season bara? Já, það er bara 2019 þegar við erum Íslandsmeistarar. Já. Ég kem í KR til að verða Íslandsmeistari og náði í 2019. Við erum byggarmeistara fyrsta ára mitt 2014. Það var náttúrulega sjúkt líka skilur með Mumma og Haukheiðar og Jónas Guðna og Kjarra og Garri og þú veist, bara rugglið sko. Já, bara galið voru bara 2-3 menn utan hóps alltaf fyrir. Já, bara Aron Bjarki og Greta Sigfinnur ekki hóp eða Farid Sato og Þorsteinn Már ekki hóp. Og hann bara það góðir sko. Já. Það var alltaf klikkalegin, 2019 var bara einhver stemming sem ekkert hægt að lýsa sko. Og það er Rúnar Kristins? Já, nákvæmlega, og hann var líka 2014 sko. Já. Þannig já, það er 2019 Þú hefur mikla mætur Rúnar Kristins, ekki? Bara besti þjálfari sem ég hef haft, var langt besti sko. Þú myndi segja kannski að hann væri bara næst besti þjálfari landinu utan Óskar Rafn? Ekki hlusta, nei, ekki ára mig sko. Ég er bara að tala við þig sko. Er þetta blika þáttur það? Já, þetta Nei, ég vil tvo Káur ekki setja, þetta er ég bara hlaði. En sko, Óskar var alltaf að þjálfa í Káur og stóð sér heldur vel þar sko. Já, hann fekk þjálfarinn sem Já, en hérna, nei, Óskar er frábær þjálfari, maður sér það og Rúnar er frábær þjálfari og fleiri og hérna, Rúnar er bara einstök manneskja sko. Hann er bara, þú veist, það vilja allir spila fyrir svona gæja. Já. Hann er bara lætur að líða vel og það vilja bara allir annað en þú lætur anstæðingum gera allt fyrir hann sko. Herru, þú átt bara að skáka mát núna í einum. Ótrúlega hugulegt. Ekki orð frá þér, Birkir? Ég sá bara ekki hvað gerðist. Hann lék riddara tilbaka, ekki pælið, þú átt skáka mát í einu leik. Þetta er svo hugulegt. Þetta er rosaleg skák, Sindri ekki leika samt á þessa pingongur. Sko, þetta er listaverk. Nú er stóra spurningin, mun Sindri sjá? Erum við að fara að taka þennan djúvel? Já, ég sjá, riddari dreipur. Eða ekki það? Jú, skáka mát. Já. Þú veit hvað er að draga hann eða? Draðan, já. Já, hvað er með? Nei! Erum við trúðar það? Erum við trúðar það? Hvað gerist? Þetta er okkur ekki, við erum fokkin trúðar. Sjá, ef þú hreyfir riddarann og skáka kongin út af drottninginni, þannig að hann á milli. Og það eru við sem er host. Við erum... Veitu hvað er að gerast? Þetta eru klúður okkur. Ef þú hreyfir riddarann, þá skáka kongin. Þannig að við megum ekki hérna. Ok, hrókir það. Já, þannig við þurfum að hrókira eins og við tala allan tíman. Þetta er eitthvað sem að Sindri er búin að segja svona 10 sinnum við þettinum. Þurfum ekki að hrókirast það? Já, ég held að við ættum að hrókira. Veitu hvað, núna er hann að drefa drottninguna mína. Nei, hann er ekki merit move. Nei. Ok, við hrókiraðum, hann á núna að gera aftur. Núna erum við hótað sem hann er hótað á hann, sko. Ok, shit, við þurfum að hugsa allt upp á nýtt. Nei. Þetta er bara... Ok, en við erum að fara að vinna mögulega sem svartur. Þetta er eitthvað afreg, sko. Já. Gæði sem er 800 elástig. Það er sterkt, sko.
Já. Myndir þú segja þetta eins og Birkir var að leggja til á ferilskanu hana? Að vunni þessi skák? Já. Já, klálega. Ég myndi líka, já, þú veist. Hann er alltaf svo lengi að gera þessi kvöður. Já, hann veit ekki sér drjúkandi ráðum sem hann sagði ráðum, sko. Þurfum við ekki bara að setja fleiri peð út eða? Þessi varnarveggur kannski fínn hana. Þú ert sko bara, þetta er bara eins og að hafa Greta Sigfinn og Aron Bjarka og Sindra í rammanum hann bara. Góða búndur. Já. Hann er nefnilega Aron Bjarka, hann er fucking KR legend. Hann er nefnilega KR legend. Það er maður sem sætti sig við sitt hlutskipti, sko. Já, hann er bara geggjaður gaur og hann vill bara vera í KR. Hann alltaf, ég man þegar mætti. Hvað er aðeins KR? Á hverju vil ég bara vera í KR? Þú sko, getur ekki skilið þetta, þú er aldrei verið í KR. Þegar þú mætir í KR, stærsta, elsta félag á Íslandi og besta félagi, þá verður bara KR-ingur. Já. Það er bara svoleiðis, það er eitthvað í veggjónum annars sko, það er bara eitthvað í loftinu að þú bara verður KR-ingur sko og sama hverju við spilaði þarna, segja sé, þú veist, Holmberg kom í smástund og þú veist, Jónas Guðni spilaði KR, það er alltaf orðnir KR-ingar í dag. Já. Eins og Jónas Guðni og Bjarni Guðjóns, ég horfði á þess að menn. Já, Guðjón Baldursson. Já, Guðjón Baldursson. Bjarni Guðjóns er bara skam, það er ekkert annað sko. Nei, Bjarni Guðjóns er KR-ingur. Hann er algjör KR. Þetta framkvæmdastjóri KR. Já, hann er reyndar hagstar, hann er standað mjög vel. Gleymið ekki. En já, ok. Býtu, af hverju er þessi gæði ekki að gera? Ég veit ekki hvað hann á að gera. Ég var reyndar að skjóta inn í einni sögu, ég var þegar Grótta var að komast upp og komin upp í efstild. Já. Og það er helmingurinn af þessu liði voru alltaf bara uppaldir KR-ingar. Strákur sem ég spilaði með upp alla flokkana. Og ég var inn í KR-heimilni og það var ekki KR-leikur, það var Gróttuleikur og þetta var rétt fyrir hann og ég mæti inn í félagsminni og Bjarni sér mig í Gróttutreyjunni og ég og Bjarni þekkjumst ekkert mikið skilur, hann veit bara ég er KR-ingur. Það rakaði ekki út bara? Já, þú ert að sjá dauðastjörnuna sem var gammal, ég hef aldrei fengið af slæmu augu og réttilega á ævinni sko. Ég var að svíkja lit sko. Það Bjarni er mjög harður KR-ingur sko. Ertu að tala um strákana, þegar þú segir strákana, ertu að tala um Valdi, Oliver, Axel, alla þá eða? Já, akkurat. Ásbjörn. Já, fleiri góða, þetta var... Má ég hendi fyrst spurningu þeim? Já, endilega. Hvernig var, nú hefur þú haft marga starfsmenn um æfina og þú varst nú aðeins að nefna þau fyrir þátt að Leifur er nú líklega svo besti sem þú verið haft. Það var ekki beint að vinna undir mér sko. Við vinnum ekki saman sko. En þú headhuntar hann í afkvæslunum. Nei, það er ekki rétt. Býtu. Djöfull, hann lék, nei. Er hann að gefa drottninguna? Þetta er bara mát. Sindri, fara hann á valda? Þetta er mát. Þetta er ekki mát. Jú, þetta er mát. Nei, þetta er ekki mát. Jú, þetta er mát. Hann er með hrókur. Leifur, þessi Jóla túborgara, en leiktu samt leiknum. Rittari drefur D2, takk. Er ég að fara að drepa rittarinn hans? Yes. Hérna? Já, svo drefur drottninguna. En er hann ekki að fara að drepa drottninguna mína? Það má það ekki, biskupin leppur. Hvað þýðir það? Okay. Ég skil ekki hvað er að segja sko. Ok, gerð þetta bara. En veitu, akkur má ég ekki drepa hennan? Jú, gerð það, endilega. Ég má það ekki? Já, jú. Já, ok. Svo drefur þau drottningar sem eftir leik. En akkur má hann ekki drepa drottninguna mína? Það er skák. Þá er biskup skák. Nei, það er reyndar skák núna líka. Þú ert búin að já, ok, við erum með að skáka hann. Já. Ok. Og biskup drefur drottningar. Nú voru við með teppi. Ég veit að gæinn er komin undir teppið. Já, jú, búin að breiða yfir hann. Já, bara að syngja fyrir hann. Ég er bara að fara úr sokkunum sko. Þetta var alltaf auðvelt sko. Býtu, hvað er í gangi? Það er, þú veist, þú bara slaka á sko. Þetta er formsatriði sko. Þetta er formsatriði? Já. Nú myndi ég bara koma til dæmis hróknum mínum og opna línu. Já, koma hrókur út senastu kallinn sem ég átti eftir að nota. Hrókur FE8 til dæmis. Þennan hrók? Þetta er hrókur A. Já. Þessi á E8, eitt til hliðar. Já, það ekki? Jú, opin lína. Já, henda hann svo upp? Já. Ok, hann getur náttúrulega ekki bakka en hann er með... Nei, líka bara, þú ert með drottningu, þú ert eiginlega búin að vinna þetta sko. Ég skil. Þú hefðir átt eitt betur leikarna sem ég fattaði núna. Já, hann... Þú getur leikið riddari B4 eftir, það lítið mjög út. Já, hingað. Ja, B4, já. Er einhver hópur? Já, en hann getur náttúrulega drepið hann sko. Nei, sko, það er náttúrulega að fara B4, þú myndir fara hingað sko, segja hérna. Já, hann er upp. En þú veist, Leifur, ég er alveg bara að pælja að skipta upp og okkur sko. Þessi gæi er ekkert eðlilega tregur svona að spila á móti sko. Nei, hann veit líka bara ekki hvað hann er þetta eins og í póker, er hann að spila við marga í einu það?
Nei. Ég held að sé, nei, ég hef ekki heyrt það í skák sko. Jú, þú getur gert það, þú ert bara að kaupa þér aðgang. Þá getur þú spilað marga leiki í einu, sérstaklega kannski með svona lengri skákir, það er alveg möguleiki Er fólk bara að tefla fjölkeppni? Já, ef þú vilt tefla hratt þá myndir frekar bara tefla stýttir skákir. Hann er bara sveittur hann heima á sér að hugsa bara þessa skáka meðan þú ert að spjalla Ég þekki marga félagar sem eru bara með póker, eitthvað 10 fucking glugga að opna og eitthvað fullt akkur mótum og eitthvað sko. Já. Ég held kannski að það verði stemmingin sko. Það væri þetta mjög gott konsept að verða að spila skák upp á cash sko. Ég hef oft gert það sko. Ok, Býtu, ég er að fara að drepa þennan bara. Sjálfsögðu. Já, hvað, akkur var hann að gera þetta? Sko. Er þetta eitthvað gildraða? Nei, treystu mér. Er ég ekki að fara með hann upp bara? I know a track when I see one sko. Rétt, rókudrifur. Já, veist, Leifur, ég fór ofta á biljardbarinn og þótti ég kunni að tefla og teldi við einhverja fyllibitturinn og... Í alvöru? Já, tók einhverja 1000 skall ég var svona 12 ára eða eitthvað. Ok, býtu, hann drapið með riddaranum. Já, nú farið núna bara með hinn hrókin á upp á E8? Hrókin, já. Já, hrókin, já. Leifur, ég vil á að koma fyrst spurningar. Já. Svaraði ég henni spurningur, ég er alveg rugglaður sko. Já. Það var eitthvað með Leifs og starfsmann. Ég er ekki með gott svar fyrir það. Nei. En ég hef heyrt vel á hann látið, Svarið er nú bara þannig að hann vissi ekki hver það var. Ég hef heyrt vel á hann látið, hann stóð sig vel. Takk Sindri, sömuleiðis. Já, takk. Peitimenn, miklu vinur okkar, sjáum bókald hjá minni sem stærri fyrirtækjum og einstaklingum. Vilja fá skoðun þína á efnahagslífinu og fjármálamarkaðnum. Hvað er líka tækifærin í dag, segir þér? Hvað er líka tækifærin í dag? Það er náttúrulega, peningurinn gerir lítið inn á bók, þú veist. Og dróndir er bara þetta. Er það ekki? Jú, þú ert út að sláta. Já, þetta er bara... Ég er að drepa riddarann. Já. Ég hendi þessi kennslubók. Já, sko, það er alveg ósanngjarnt að spyrja út í fjárfestinga tækifæri með ég er að pakka saman einhverju skák, sko. En hann áenga útleiðina eða eitthvað. Nei, þú veist, gæðin er bara, hann hlýtur að fara að gefa bráðum. Sko... Já. Það er fyrsti sigur. Bingo! Geðveikt. Kom sást og sigraðir. Nú bara hallar þau aftur. Já, vá. Höfum þessa stöðina bara vona, bara fyrir fólk sem er að tjónin. Þetta var smá intense í smá stund. Já, ég hef aldrei, þú bara mest intense gestur sem við Já, en þetta gekk vel sko. En hérna varandi fjárfestinga tækifæri. Fyrir sjálfa mig, þá höfum við og ég alltaf sett peningana í fyrirtækin. Þú veist, náttúrulega, þegar við stofnum Húrra 2014, þá setjum við basically bara hver einustu krónu sem við eigum, sem voru ekkert margar krónur, sko. Nei. Þannig að við settum bara í eitthvað sem við erum að reyna að láta vaxa og höfum trú á. Og svo hafum við svona yfirleitt verið að endurfjárfesta mikið af þeim hagnaði sem við komið í fyrirtækjunum, sko. En jú, ég er svona persónulega, þá reyni ég að borga inn á húsnæðislánum mitt og þú veist náttúrulega að borga niður lán er náttúrulega besti sparnaðurinn sko. Það er besta fjárfestingin af því að þú veist að þú mynd aldrei þurfa að borga þess. Já, þú veist og það er þessi mýta með að bara borga húsnæðið sitt upp 3 svar og allt þetta skilur. Ef ég með eitthvað auka pening skilur þá hendi ég honum inn á fasteignalánið. Og jú, ég hef keypt í Íslandsbanka og ég á eitthvað núna í Play sem er bara svona meira long shot, þú veist. Það er nú þegar eitthvað 50% ávöxtun á því en það var alltaf bara kappað. Það er málið líka bara, sko. Já, og fólk náttúrulega, þú veist, fólk fylgist ekkert með þessu First North markaði, sko, það er bara... Nei, en það var sjúklega eftirspurn náttúrulega eftir Play og ég ætlaði bara að sjá hvort það skyrocket eitthvað, sko. Maður har heyrt það svona innanbúr og það getur orðið heldur gott, sko. Svo hlýtur náttúrulega að vera inn í Arion-banka, eða ekki? Nei, ég á ekkert Arion. Með öll þín viðskipti í Arion-banka? Nei, erum við sponsor Arion eða? Nei, ég starfa þar. Nei, við erum með öll okkar viðskipti í Landsbankann. Já. Og Landsbankinn hafði mikla trú á. Algjörlega minn maður. Já. Nei, eins og... Káir ykkur á Landsbankann, ég held ég að landa ykkur út hérna frá. Eins og þegar við vorum að stofna Húrra, þá fórum við og hittum alla bankana. Og ef við erum að leita fjármögnun, þá hefum við haft það fyrir reglu og við förum í alla bankana eða bæði drykkja fyrirtækin eða hvernig það er. Skilur að gefa öllum sens á að koma að borðinu. Já. Og þegar við vorum að stofna Húrra þá fengum við mikið hrós frá Arion og Landsbanka fyrir flotta viðskiptaáætlun og Arion vildi lána okkur þá sko 2014 en við ákveðum að fara Landsbanka. En þá var ekki mætti kannski sá best? Nei. En mér langar reyndar ef ég fæði að grípa hana bolta því að skáking náttúrulega, þetta var stór, þetta var bara Kingi Mögnu skák en hún dó góðan tíma og mér langar Takk. Þetta er svo mikið léttir. Já, þú skilur eftir því bara mjög góða skák. Takk. Þú byrjar því, en já, þú sem sagt veljaðarskóla, klárar skóla og síðan ferðu, þú fórst í Harvard eða ekki? Jú. Já, og síðan ferðu að vinna
og ert að vinna í fataverslunina Já, ég byrjaði að vinna bara 16-17 ára, eða 17 í Retro Smáralind. Það var NTC nýbúið að kaupa það af Arnar og Bjarka og Sölva. Og var bara, þú veist, eitthvað umbreytingar þar og átti að gera eitthvað rosa flott og þetta bara, ég fann, ég hef kannski eitt upplifað þetta fann ég bara að þetta var það sem ég á að vera að gera. Það var bara, og ég var alltaf ákveðið í herradeildinni, kom bara strákar inn og sagði, mér langar í eitthvað buxur og skyrtu og eitthvað. Þú hjálpaðir einhvern gæja að finna sér eitthvað föt og hún leið bara eins og var í maðurinn, labba út í einhverju nýju eða með eitthvað nýtt og það var bara eitthvað svona geggjað við þetta. Það var svona eitthvað confidence boost fyrir viðskiptavininn og bara gaman að selja og allt það. Þannig að ég var bara fljótlega orðinn einn af sögulegustu starfsmönnunum hjá NTC og ég held að bara liðið hálft ár þá var mér búið að koma með til kaupnafnar að panta inn föt fyrir búðina og þegar ég fór þangað þá var ég bara svona, þetta dæmið sem ég á að vera að gera, skilur, að hitta alla hjá öllum merkjunum. Ég veit ekki maður, 2005, 2006 eða eitthvað svoleiðis sko. Ég er bara að vera 20 eða 19 eitthvað, 18-19, ég eiginlega bara ekki manna það ekki sko. En og þetta var bara klikkun og þá sko misti ég smá áhugann á skólanum sko. Og ég kláraði ekki í Ármúla sko. Harvard eins og Já, ég veit alveg hvað að kalla Harvard. En Logi Bergmann kom með þetta í seinasta þætti. Já, það hefur alltaf verið kallað Harvard sko. En ég vildi bara ekki að hlustinu væri með eitthvað miskilning hérna sko. En já, ég á einhverjar 30 einingar eftir. Og bara nefndi ekki að klára þær. Nei, þú varst búinn að finna þína fjör. Já, mér leiði allavega þannig þá sko og sé ekki eftir neinu. Nei. Þannig að það var bara geggjað og svo fljótlega var ég komin yfir í DRS kringlunni og svo í 17 þar sem ég var lengst af í svona flaggskipbúðinni hérna NTC í 17 kringlunni. Og það var bara ógeðslega gaman og bara eitthvað besti skóli sem hægt að fá. Já. Nú er okkur að byrja spurning hérna í chati segi að einhverju að líka við að þú sért einhverju að kalla þig nýi Simmi Will. Já, bara takk fyrir þá samlingu. Simmi náttúrulega bara hún standa sig vel, gera fullt af flottum hlutum. Horfirðu mikið til hans hvað hann hefur að gera? Nei, ég get ekki sagt það sko, ekki beint. En þú veist, það er náttúrulega, maður lítur til þeirra sem að vera undan sko og hann og Jói gerir flotta hluti með fabrikuna og fleira og en nei, ég get ekki sagt að hann sé eitthvað fyrirmynd og hann sé alveg frábær sko. Og það sem við rættum kannski fyrir þátt að kannski það sem er frábrugðið þér og honum til dæmis að þú ert aldrei að byggja eitthvað, þeir eru kannski að kaupa eitthvað proven concept en þú ert aldrei að byggja allt frá grunni. Já, allavega sko, ég og Jón erum í öllum 4 fyrirtækjunum sem við eigum sem eru Húrra, Flatey, Yuzu og Auto og við erum það hefur alltaf verið svona hugmyndasmíði, við erum að smíða konsept og smíða eitthvað sem að búa til eitthvað sem að við teljum vera eldspurn eftir og við erum ekkert að finna upp hjólið skilur, þetta eru pítsur og þetta eru hambúrgarar og þetta eru föt og þetta er djammið en við erum að reyna að koma með eitthvað ferskan nálgun í það og eitthvað ný take á hvernig það er gert. En þú nefnir þessi 4 box, eitthvað box sem aftur að tikka það ný? Eitthvað fleiri rekstrar? Já, þú nefnir á það er bara 4 rekstrar, þetta er bara, þú gætir náttúrulega sett Yuzu og Flatey undir sama hatt, sko, en þetta er samt dálítið merkilegt þegar þú setur þetta svona, þetta eru samt þannig séð 4 mismunandi geirar. Já, þú veist, já, það geta... Flugfélag? Nei, já, bara eins mikil áhættufjárfesting og hægt en við erum nú alveg í áhættufjárfestingum að stofna næturklúbb, en nei, ég reikna ekki með flugfélagi. Sérstaklega með þessu sóknarnaðaðgerðum, sko, þá er þetta bara eins og flugfélag. Já, en sko, það getur vel verið að við gerum eitthvað meira og við erum með fullt af hugmyndum, sko, og sem er ekki á því stíl að tala um þær og við höfum alltaf haft reglu á Jón að við höfum aldrei talað um neitt fyrir en allt skilur er bara lænað upp fyrir að bara komið leigusamningur og á að fara að gera þetta sko. Að því að, þú veist, jú, það er hollt að tala um hugmyndir og svona og fá feedback frá sínu nánustu og svoleiðis en það er samt alveg sökk að vera einhver gæði út í bæ sem er að bladra um að alltaf opna hitt og þetta og gera hitt og þetta og svo gerist ekki helmingurna. Svo getur það bara að kvöldu einhvern veginn stela þessu aður, skilur líka. Já, það sko. Þannig að nei, en við erum með hugmyndir og þetta er vel að vera að gera eitthvað meira en öll fyrirtækin okkar eru bara ennþá í miklu vexti sko. Já, og bara í mótun einhverju leyti. Já, en klálega, þetta er ekki langur tími. Þú sér að Flatey stofnað 2017, bara 9 ára, 4 ára. Yuzu er að vera 2 ára núna í nóvember og þar erum við að opna 3. staðinn núna í nóvember í Hveragerði. Svo opnum við 4. staðinn næsta ári hjá Yuzu. Flatey er komið 4 staði og mögulega einn á leiðinni viðbót. Já. Þannig að þú veist, þetta er bara allt í vexti og það er verið að
En þegar þú tekur Hveragerði með Júsú og svo ertu að taka Flatey það Selfoss, ertu þá að pæla í ferðamönnum með það? Svona já og nei sko, þetta er náttúrulega bara bæði mjög spennandi þróunarverkefni. Það er fyrst og fremst það sem heillar. Á Selfossi er verið að byggja upp nýjan miðbæ, bara á einhverju túni skilur það sem var ekki neitt. Bara að vera að byggja 50-60 hús sem hafa öll verið staðsett einhvers staðar á Íslandi áður, einhver sögufræg hús og það var að endurbyggja gamla mjólkubúið þeirra. Og það var með skýrsafn í kjallaranum, þessa mathöll á jarðhæðinni, einhvers konar kaldibar, skástrík, kjarval, stemmingu uppi, píanó, bar eitthvað og það var bara eiginlega of flott tækifæri til þess að hafna því að vera þar inni með bara fullkomlega hanna útisvæði sem varið fyrir öllum vindum og sólinni allan daginn og það var bara sjúklega spennandi og svo sama í gangi í Hveragerði. Það er bara að vera að opna hótel sem heitir Greenhouse eða sem er svona tenging við Hveragerði og 50 herbergi, mathöll með 5 veitingastöðum á jarðhæðinni, epal verður þarna niðri, nokkuð vissum að Er alltaf nægilega mikið eftirspurn eftir þessum mathöllum eða? Mér finnst verið að koma bara mathöll bara í annarkvært einbýlishúsi. Já, þetta er náttúrulega öflugt rekstrarform fyrir þá veitingastæði sko, að deila kostnaðinum og þetta náttúrulega kemur niður á veitingastöðunum sjálfum að lokum, það mun ekkert geta að opna bara endast á mathöllum. En fyrir okkur að opna bás og vera með 2-3 starfsmenn og svo deila allir staðirnir þrifakostnaði, leigu og öllu, það make a sense og við erum alltaf, launakostnaðar á Íslandi hefur bara rokið upp undanfarin ár og nú er verðbólga líka og með öllu rétt og ætti náttúrulega allir bara að fara að hækka verðin sko, aðföng eru líka búin að hækka, þannig að í raun og veru að einhverju leyti maður segja að það væri bara of ódýrt að borða á veitingastofum í Íslandi sko. Já, af því að þú veist og talaðu eitt að það ekki verið sem að vilja þáttur en sem við viljum vera að tala sko líka bara að þú ert að ráða þjóna inn í starf að þegar þú menntaði sem þjón að þá ertu náttúrulega að gefa þér það að þú ert að fara að vinna á kvöldin og helgar en samt var alltaf greitt að yfirvinnu skilur við þetta er svona smá í staðan fyrir kannski þetta væri bara einhver föst laun, er þetta ekki samanlega með það? Jú, ég er náttúrulega engin sérfræðingur í þessu en þetta eru svona kjarasamningar bara í Íslandi í það er ekkert spesifík kjarasamningur fyrir veitingageirann, þetta nær bara yfir allt og á Norðurlöndunum allavega sem við berum okkur saman við, þar eru sér kjarasamningar fyrir veitingageirann eins og segir að vinnutíminn er öðruvísi en óhefðbundinn. Þetta er ekki 8-4 Nei, þannig að veitingageirinn á Íslandi er ansi náldi að vera ekki sjálfbær lengur sko. Þetta er bara launakostnaðan orðið það mikill sko. Og náttúrulega fólk gerir mikla kröfu þjónustu líka. Það er bara einhver 16 ólingur sem vil bara 5.000 kall tíma sko. Já, ég ætla ekki að álasa einhverju fólki fyrir að vilja hálft kaup sko. En þetta er bara kjarasamningarnir hafa bara verið þannig, þetta er bara að hækka á hverju ári sem er bara frábært. Að fólk fá betri laun en það þarf samt að make a sense. Annars missum við út fullt að koma veitingastöðum sko. Já, algjörlega. En mér langar aðeins að koma inn á aftur af því að við svo flyttur út til Danmerkur, kemur heim og þú stofnar Húrra með Jóni bara rétt aðeins, hvað kemur til að þið stofnið þetta saman? Við náttúrulega vorum bara og erum bestu vinir við náttúrulega hefur eitthvað leiti breyst, við náttúrulega með mörg fyrirtæki saman og saman alveg daginn en bara erum bestu vinir og deilum þessum tísku áhuga og Jón magnaður einstaklingur og kláraði viðskiptafræði í HR og fór meðal hans líka í Penn State í 1 ár í viðskiptafræði og hann fer svo að vinna í Húsgagnahöllinni þar sem voru nýjir eigendur að taka við og breyta rekstrinum og eitthvað og hann er mikinn áhuga á retail og bara, þú veist, business yfir höfuð og tísku áhuga okkar beggja við bara, þetta var eitthvað ótrúlegt moment þannig jólin 2013 þá kom ég heim til Íslands og við djömmum allan tíman og hann var eitthvað verslunarstjóri í Húsgagnahöllinni, ég var verslunarstjóri í Street Machine í Danmörku bara í Kaupmannahöfn bara flott búð og við vorum bara verslunarstjórar á fínu vinnum og við vorum svo að keyra út á flugvöll og það var örugglega einhver heyrt sögu áður og það voru bara, eigum við ekki fara að gera þetta sjálfur skilur hvað við erum bara ég var alltaf í sömu vinnu og ég hafði verið á Íslandi bara í öðru landi og er ekki kominn tími á við bara látum reyna á þetta og gerum okkar eigið og ég hef með fullt af hugmyndum hvaða merki við ættum að vera með bæði bara eftir tíma minn í NTC og í Danmörku með rosalega mikið tengslum í gegnum Danmörku og þarna bara áramót 2013 ákvaðum við að kýla á Húrra og vorum bara svo stanslaust að skæpa á hana og Jón kemur á tískuviku til Köpen og ég sýni honum allt sem
við ætlum að vera með og þetta einhvern veginn bara fór að rúlla sko. Akkur var þetta svona ferskt? Akkur var þetta svona ferskur blær inn í verslanirnar á Íslandi? Þetta nefnilega sko, þetta ekkert langt síðan en mann samt, þú veist, líður sko eins og húrra hafa alltaf verið til að þetta svo eðlilegt núna. Hvernig 2014? Já, að því að sko, þegar við komum inn það var engin ein búð sem með einhverja áherslu á strigaskó. Það var bara svona, heyrðu, hvað kaupir þú þér skó? Það hljómar fáránlega. Já, ég veit það, en maður spurði eitthvað, heyrðu, hvað kaupir þér skó? Já, bara, þú veist, Kringlunni eða Útlundum eða eitthvað. En svo núna er fólk bara svona, já, húrra, skilur, það er svona fyrst aðeins að kíkja á húrra og svo hefur meira þess að heyrt sko að stráka sig þekki, konurnar er kannski í flugfreyjur eða er að ferast, heyrðu, en að kaupa eitthvað svona húrraskó fyrir mig. Og þá er það bara einhver tegund af skóm sem tengja við húrra, sem eru bara einhver flottir strigaskór, skilur hvað við. En það voru kannski ekki eingöngu strigaskór sem við komum inn með, við bara tókum ákveðna sillu af markanum og gerðum hana sjúklega vel. Menn aðrir voru kannski að einbeita sig svona miklu, tókum við bara meiri niðurnjörvaða stefnu sem snerist svona meiri casual klæðnað, skandinavískan og svona ferskara á einhverju leyti. Að það var, við höfum aldrei verið með slaufur og bindi, eitthvað svona formal wear, skilurðu. Þetta er föt sem getur verið í bara mánudegi og svo getur það mætti að bara inn á föstudegi, skilurðu. Það sem ég kynntist í Köpen allavega var, þú mætti bara vinna í einhverjum fötum og svo varstu bara í þeim fötum. Í Íslandi var þetta allavega á þeim tíma og allt svolítið mikið. Þú mættir í einhverjum kósí galla í skólan, svo fórstu heim og skiptur föt í einhvern betri föt til að fara eitthvað. En pælingin var að þú væri bara að selja fólki föt fyrir allt. Er þetta ekki high-end streetwear eða? Jú, þetta er það í raun og veru sko. Þetta er það flott að það sjá allir bara, þú getur mætt í út bara hvert sem er, peysu. Nákvæmlega sko, en streetwear er svona svolítið útþynnt orðið sko, en hérna Sá var svona Já, ég veit að þetta er bara, í bransanum er það orðið svona leiðilegt orð, eitthvað svona, streetwear, það orðið eitthvað svona fyrir eitthvað overpriced Supreme dót og eitthvað svona sko, en hérna, þetta er alveg rétt heiti sko. Ég tengi mest bara við líka, þú veist, að taka skóna inn og fókusa á þá sko, það er svona sem tengir líka við streetwear fyrir mér sko. Já, en það sem ég sá náttúrulega líka bara í Kaupmannahöfn var búið að vera að gerast í lengri tíma áður en ég var þar annað, að þá var fólk bara að jamma í Kaupbíen skilurðu og jamma í Kaupmannahöfn bara í strigaskóm með derhúfu. Prófaði að gera það í Reykjavík árið 2010. Það er dresscode hérna vinnur, bara verður svörtum skóm, þú kannski komið í ljótustu skóm í heimi bara þeir voru svartir inn á skemmtistæði í Reykjavík. En Kaupið var bara einhverjum Nike skóm með Adidas eða einhverjum cool skóm skilur og bara ok, þetta er cool gauður, bara hann kemur inn skilur. Þannig að þetta svona, það voru eitthvað svona gömul gildi hér með eitthvað svona dresscode og annað og bannað að vera með derhúfur og skemmtistöðum og eitthvað svona. Þannig að þetta hefur bara einhvern veginn allt þróast með sko, allt orðið meira casual og maður sér það meira sér business hérna á Íslandi í bönkunum og fleira sem er á góða vini sem starfa og þetta er orðið meira svona business casual. Já. Ég veit ekki hvort tengið við það. Ég ætlaði bara að segja takk fyrir að kalla mig góða vini strax. Já. Ég er að grínast, já, þarna ég skil góði. En svo er alls konar old man's take sko, pabbi er alltaf segið mér það er bannað að vera í brúnu skóm á kvöldin, eitthvað hérna. Það er eitthvað svona alls konar reglur í gamla daga sko. Aldrei þetta. Nei, hann er ekki sjálfpeis á daginn. Þannig já. En svo náttúrulega bara lendum við alls konar dóti skiljur, bara 2016 fáum við Yeezy skona skiljur. Svo var það næsta. Tjöldinn maður hann. Já, þú veist, Kanye West að gera og fyrsta típan hann í Pirate Black 350, hvað er það, janúar að febrúar 2016. Það er bara eitthvað 100 manns í röði ykkur 2-3 daga sko. Þú ert þið eini með það á Íslandi? Já, og hefur aldrei einn annar verið með það og gæti svo sem engin annar verið með þá af því að þú þarft alveg frekar svona spes portfóljó af merkjum ákveðna tegunda búð til að selja svona skó sko. Hvað beðið fólki lengst? Það voru ykkur 2-3 dagar. Ekki nema 2-3 dagar sem einhverju beðið eftir einni sendingu? Já, það var eitthvað svoleið sko. Það voru byrjað að tjalda bara með ykkur 5 En fengu allir skó sem vildu það? Nei. Herri, sorry. Birkir, hvar varst þú þarna? Ég var alltaf ekki hérna í röð. Já, en þetta við höfum aldrei hvatt til þess að fólk komi ykkur á röð en við auglýsum vöruna og þetta er bara þannig að fólk vild hana og þessi skór í dag, Pirate Black, ég er ekki með reyndar verðskrána fyrir fram á mig, ég myndi halda að það væri $3,000-4,000 sko. Já. Skilur parið. Býttu, varst að græða sem stá að mæta hana? Ef þú vildi selja á. Já, ég er að segja það, þú hefði grætt á því. Já, sérstaklega ef þú beðið lengi, skilur, þú hefði strax getað selt á 3-4 peninginn, en þú hefði líka beðið eins og núna og verið búin að 10-faldan eða 15-faldan. Þannig að þetta er náttúrulega bara orðin, þetta er náttúrulega bara
commodity skilur, þetta bara svo gull eða bitcoin eða Rolex eða hvað sem það það gengur kaupum og sölum og hækkar og lækkar í verði sko. Þú klæðir ekkert í þessu þannig? Jú, ef þú ert alveg baller þá náttúrulega ferð í skóna. Já, þú ekkert money. Já, ef þú ert með eitthvað fucking money þá bara ferð í alla skóna hérna sko. Það bara klæðir þér sem fer bara í fjallskóna. Já, en sumir eitthvað að passa rosa mikið upp á þetta og gangi ekki í þessu en skór alltaf gangi allavega að mínum mati sko. Já, ég samla því. Já, þannig að ég hef alltaf gengið í mínu skóm sko. Já, líka bara að fara að vera með á. Það er bara gaman að hafa flott par. Já, en já, þetta var alveg brjála tímabil sko með þessa Yeezy skó en það var alveg óþægileg stundum að vera með þessar raðir og fólk kannski eitthvað að ryðjast og eitthvað vesen en þú veist, þetta leystist alltaf allt. Já, var áþreifanlegur munur eftir að fengu þennan samning? Já, náttúrulega það sem gerist... Bilfrí auglýsing til að byrja með. Já, Húrra er náttúrulega bara eins og hálfsann eða þú veist, rúmlega kannski, rétt rúmlega og þetta var bara landsfréttir skilur, þetta bara RÚV og Stöð 2 mætt og bara allir fjölmiðlar og þetta er bara einhvern veginn gerðist bara svona. Bara frí auglýsing bara... Og svo fór maður kannski bara kaupa einhverja póka fyrir búðina eða eitthvað svona já, er þetta búðin hann með röðinni hann þessi Jay-Z skór hann Jesse skóttir hann og það er bara allt í einu bara eldra fólk skilur og allir vissi hvað Húrra var þannig að þetta bara gerðist bara svona sem í overnight sko sem var alltaf bara frábært fyrir okkur sko. Svo speinni surningin svo segja hann það er gaman að segja, nei, setti spurningin já þetta til en já, hvaðan kemur nafnið Húrra? Það er engin flókin saga bak við það sko. Þetta var ég hef sagt hana með þessu áður og ég var bara á klósettinu í vinnunum minni Street Machine og við vorum búin að ákveða að gera þetta ég og Jón. Ég var að lesa eitthvað tímarit, bara eitthvað flott tískutímarit og opnaði eitthvað svona síðu, eitthvað svona opnu og það var bara svona gilt síða og það stóð bara Hooray, bara H-O-O-R-A-Y, bara stóru stöðum, bara Hooray og einhver myndaþáttur í kjölfari og ég bara hringdi Jón og sagði komið nafnið, það er Húrra skilur og svo ákvaða að nota Húrra Reykjavík til þess að gera þetta einhvern veginn tengja þetta meira fyrir ferðamennina eitthvað svona en sem setjandi og þetta er í daglegu tali alltaf kalla Húrra sko en það vildi svo óblega til að það opnaði bar á sama tíma sem heitir Húrra alveg sama tíma? Já, bara nákvæmlega sama tíma bara þú veist 4 vikum undan okkur eða eitthvað en sem betur fer og góða maður sem var að opna hann, Jón Mýrdal sem við þekkjum ágætlega og höfum kynst ennþá betur frábær náungi og hann sagði bara fuck it skilur bara þið með heita Húrra líka bara skilur þú veist það er Geysi bílalega og Geysi veitingastæður og Geysi fatabúð skilur þannig að Húrra bar og Húrra búð skilur flott já og þetta nafn virkar rosalega vel fyrir okkur sko og fest vel í minni fólk sko já Herru, við settum við smá heimavinnu þar sem að þú ættir að velja ertu með þetta bara í ég er með þetta símanum sko já þarna og þetta er búið AHA Leifur þeir eru dálítið mikið fyrir að leyfa fólk að dreyma og þeir vilja þess að fá að heyra draumaliðið frá Sindra með þeim 11 leikmennum sem hann spilaði með og bara svona stutt bara eina efnisgrein hvern og eitt sko já við ætlum ekki að kafa djúpt í þetta þetta er ekki Jói-skúli þetta er ekki Jói-skúli sko en hvað vil ég fá markmann líka það? Sjálfsög, já ok, ég held að ég er í marki sko þú mátt alveg velja nei, ég get valið markmann líka hvað árið með þú? Hvenær byrjarðu í meistaraflokksferilinn? Ég held ég að spila fyrsta leikinn minn í Landsbókadeildinni ég held að árið 2007 frekar en 6 2007, ok, og hættir 2000... Ég hætti eftir að við unnum titilinn 2019 en hann inni í þessu náttúrulega 2 pásur sko og kannski, þú veist minn ferill er engin rosalega fótboltaferill sko þú veist, ég fótboltaði 2006 skilur, var lengi að ná mér upp á því svo fjallu við hann í Þrótti 2009 ég ætlaði eitthvað að reyna að fyrir mér eitthvað úti og bara hætti eitthvað í fótbolta og skilur, þetta er svona já, og svo var ég að byrja aftur þegar ég var að fara í Val og svo var ég aftur hættur og byrja svo í KR og þannig að það er ekki svo þetta sé eitthvað rosalega ferill sko en ég er mjög stoltur af því sem ég hef gert sko algjörlega, enda nokkri málmann að baki já, nákvæmlega markmaður hvaða kerfi spilur þú? Við erum bara í 4-3-3 4-3-3, já, bara eins og Rúnar Kristinsson myndi spila það sko, ég ákvaða vel þetta bara svona líka bara gæða sem að ég tengdi hvað best við skilur ekki endilega bara talent og ég bara ógeðslega erfitt að velja á milli Stefáns Loga og Beitis en Beiti kemur hana til okkar ég var alveg ruggla árunum 2016-17
og er bara magnaður náungi og búinn að gera frábæra hluti fyrir KR og bara hreinn og beinn og geggjaður markmaður og ég ætla að hafa hann í liðinu mínu. Og já, þetta bara ótrúlega náungi sko. Þetta harðast ekki að ég búinn að spara smá kafli þetta fyrir hann eftir sko. Já, ok, já, tökum það bara eftir þá. Gæstu beitisliða það eins og Nei, ég verða aðeins að spyrja út í King Beiti sko. Hægri bakgrunn? Ég með Hauk Heiðar Hann að löpunni? Nei, hann var ekki þannig 2014 sko. Nei. Þegar við erum byggameistarar, ég meina ímyndaði KR-lið, við getum svo tekið bara vinstri bakverði strax, ímyndaði KR-lið með Hauk Heiðar í hægri bakverði og Mumma Messi í vinstri bakverði. Og skilur, ég spilaði einhverja leiki þetta sumar og við vorum kannski undir en við vorum alltaf að sækja áttina KR-húsinu í seinni hálfleik og þú veist kom með Hauk Heiðar kom hægra megin, Mumma vinstra megin og kom með Garri inn á, Kjarra, Þorsteinn Má, Atli Sigurjóns kom inn á og með Balla Sig kannski líka inn á, þú veist smalan þetta var við vorum alltaf að fara að vinna þannig að já, ég er með Hauk Heiðar hægra megin og ég er með Mumma Messi vinstra megin. Já, og hvernig, af því að ég er náttúrulega bara, maður hefur svo lítið séð Hauk Heiðar, maður er búinn að vita hversu gaur hann er búinn að mittur nánast alla sem feril, samt sturlaður, gæinn var í besta liðinu Svíþjóð og var í EM 2016. Myndirðu segja þetta verið meira svona hægri bakgrunn en wingback eða þú myndir segja? Hann er náttúrulega wingback sko. Já, hann er sóknarþengjandi. Já, hann er sko með klikkuð skot og fyrirgjafir og þessi gæi, hann var ekkert að djóka og líka bara determination sem ég sá hjá honum 2014, hann ætlaði að vera atvinnumaður í fótbolta. Spegill í klefanum. Var hann líka með mentality alveg bara? Já, hann bara ætlaði að vera atvinnumaður í fótbolta. Skilur hvað við. Þú veist, menn takir svona ef þú ert í KR þá tekur þessu auðvitað alvarlega en spurningin hvort menn var að taka þessu 95% alvarlega eða 110% og hann var bara í 110%-unum skilur, það var bara upp í rækt eftiræfingu og það var próteindunkurinn inn í skáp og allt þetta og hann sat hann að beint á móti speglinum og hann var alltaf að vinna í einhverju 1-pakki í speglinum eitthvað og gæinn var bara relentless að komast út og maður sá það bara að hann var all in sko og ég respekta hann big time og var gaman að spila með honum sko þetta hitt hann alltaf sjaldan núna en hann látt sig ekki sé hann. Og með Messi, hann er hvað er hann? Hann er tónlistarmaður, hann er starffræðingur og hann er geggjaður í fótbolta og landslíki líka. Já, bara Mummi getur gert allt sem hann vill sko. Já. Það er bara þannig sko, hann bara ákveður hvað hann vill gera og svo gerir hann það sko. Þannig það er ekkert að mörg orð hann sem fótboltamann sko. Nei. Bara eitt sá besti sko og bara náttúrulega sorglegt að hann hafi hætt svona snemma sko. Já. Hafsendaparið, þar ég með bara tvo af mínum betri vinum úr fótboltanum sko. Það er Skúli Jón Friðgeirsson og Gunnar Þór Gunnarsson. Já. Þetta Sigfinnur ekki stefnir í, ég held ég verið mjög ánægður með þetta lið. Já, þetta náttúrulega mikið. Þetta er bara Best KR sko. En já sko, auðvitað langaði maður að Greta Sigfinn inni. En ég sakna það allavega. Já, en sko ég var svona lengi með Skúla og Gunna og ég og Gunni voru náttúrulega herbyggisfélagar í öllum ferðum. Já. Og bara, já, frekar nánir bara svona í búningsklefanum, sátum alltaf hlið við hlið og mikið saman. Þannig bara frábæri varnarmenn báðir tveir. Já. Og þú veist, Skúli er náttúrulega bara eins og einhver sko, bara einhver Porsche jeppi í vörninni, hann er bara eitthvað svo þú veist, strömlínulagur og mjúkur og þægilegur, allar hreyfingarnar og sendingarnar og þú veist, þegar hann er að rekja boltan upp og setur hann upp í kanalinn á bakvörðin sem er að koma skilur, bara eitthvað fullkonar rullu sendingu með jörðinni út í hotfánan og bakvörðin kemur að krossa hann inn og skalla hann og Skúli bara býr þetta til með bara fullkonar sendingu og það er ekkert allir sem geta gert þetta en svo gata hann skilur, hann er svona þú veist, þið horfðu á Van Dijk spila, hann er alltaf með höfðu hátt einhvern veginn uppi og Skúli var svolítið þannig sko hann var svona hátt uppi og var að horfa á og fylgjast með mönnum og bara, þú veist algjör luxus varnarmaður að spila með sko og mikill sigurveri náttúrulega bara eins og flest allir í þessu liði sko eða bara allir og ég meina Gunnar Þór Gunnarsson, hann var ekki atvinnumaður eða? Já, hann var í, hvað var hann? Svíþjóð, hann var í, ekki Hammarby, Halmstad. Getur verið. Hann er að skamma mig sko, það var eitthvað að lesa verið grænum og hvítum búningum veldi. Hvað er Skúli í síðan? Mástu það? Það er Elfsborg. Já, kynnti skónu sinni þar. Meittist hann ekki? Ef hann alveg í lókinu á fættunum, er það bulla? Nei, hann kom heim meittur sko. Ekki höfuðmeisli? Jó, hann er svona, held ég hálfpartin er eitthvað hætt út á því líka sko. Hann var eitthvað helviti slæmur í hausnum sko. En hann býr í Stokkólmi núna og bara hefur það gott. Já. En sko Gunni, það er gæi sem að sko held ég hafi ekki verið appreciated eins og hann hefði átt að vera. Nei. Eins og þau spila á móti Celtic,
það var bara svona einn af fáum inná, 2014, einn af fáum Talandi Virgil van Dijk. Já, við spilum á móti Van Dijk. Hann var þarna inni. Já, Fraser Forster og einhverjum fleiri kallar hana. Gary Martin alltaf límdi sig á Van Dijk síðust 10 mínútur leiksins bara alltaf á treyjunni á hann sko. Það var eldan síðust 10 mínútur. Var Van Dijk stór þá eða? Stór. Það? Já, þú veist, stór talum bara... Nei, ég er að tala nei. Frægur. Já, hann var bara leiðin til Southampton sko. Já. Það var bara sem búið að ganga frá því sko. Það voru síðustu leikirnir hans með Celtic sko. En Gunni í þeim leik og þeim leikjum var einn af fáum sem að sko einhvern veginn reis upp á það level. Já, var á jafningjalevel. Já, maður sá Gunnar spila og bara, heyrðu, hann geti alveg bara verið í hinu liðinu, skilur við. Hann einhvern veginn gat farið upp á öll level, bara svo ógeðslega góður, sko. Og og mér finnst bara sorglegt hvað Gunni spilaði lítið síðustu árin, veist, hann bara, hann geggjaði varnarmaður, sko, og bara vannmetinn líka hjá honum, sendingagetan og allt það, sko, og bara góður í fótbolta, sko. Meiddist hann ekki Egilshöllinu núna? Jú, það fór korsbandið eitthvað og allt í fokki og það er bara svo það er, skilur, og ég held að hann samt skilja alveg sáttur, hann er með fullt af bikurum og einmitt kynntist konu sinn líka, hann er með sænska eins og Skúli, ég kynnst henni í Svíþjóð, við erum báða með hennar sænska. Hvað átt þú marga málma? Bara alla sem hægt að vinna í Íslandi. Já, hvað eru margir? Já, það er náttúrulega bara bikarinn og deildinn og svo náttúrulega bara lengjubikar og deild og Reykjavíkurmót og Bósbikar og meistarana og hvað sem er hægt að vinna, sko. Heldur gallerí? Ég hef unnið allt gallerí, já, en ég hef bara unnið bikar einu sinni og deildina einu sinni. Og þú veist, þegar ég kem í KR þá er ég með eitt markmið, það er að vera Íslandsmeistari og mér langaði til þess að það yrði mynda mér inn í KR heimilinu, skilur við. Bara þegar ég mæti því 50 og 60 það er bara að mynda mér einhvers staðar, það er bara markmið, bara Íslandsmeistari og ég að mynda mér hérna í þessu fornfræga félagi, sko. Og og náði því og ég ætlaði að halda áfram, sko, en ég held að það verið þannig, ef ég man það rétt, þá sem sagt töpuðum við held illa í Evrópukeppni þetta ár. Það var Rosenborg eða eitthvað fjandinn. KR sjálf getur rétt í Evrópukeppni. Já, mér allir drullaði sem Evrópukeppni undir var ná, sko. Og Rúni sem sagt vildi meina að það varum ekki nógu góð formi með að við liðin í Londonum kringum okkur. Og það áttum að fara eitthvað crossfit á mótnana og eitthvað dæmi og við vorum að opna Júsó á þessum tíma. Þá vorum við stofnað 3. fyrirtækið. Og ég sagði bara Rúni, ég get ekki verið í einhverju crossfit-dóti og eitthvað svona. Og hann sagði, ok, viltu ekki vera áfram og þú bara sleppir því. Og ég sagði, þú veist, heyrðu, þetta er KR, skilurðu. Annaðhvort er ég hérna all-in eða ekki, skilurðu. Og ef ég ætla ekki að vera hérna all-in, þá er betra að þú fá bara einhvern annan sem verður all-in, skilurðu. Því að mér finnst KR eiga það skilið að vera með 2 markmenn sem eru báðir all-in. Það verður að vera þannig, sko. Og tala nú ekki núna líka þegar mótið að lengja, sko. Að vera með geggjaða 2 markmenn, sko. En við erum með Gunna á Skúla. Já, herri, ok, förum á miðuna. Já, tökum restur liðinu svolítið hratt. Já, ég gæti náttúrulega að tala um þessa gaura. Þeir eru alltaf að setja upp í erfstu, ég get talað um alla þessa gaura endalaust, sko. Ok, ein efnisgrein um hvað. Já, ok, við erum að tala um mann hérna inni, núna sem er ekki KR-ingur. Já, loksins maður, þetta KR-hóttna komið alveg. Já, Haukur Páll Sigurðsson. Já. Ég spilaði náttúrulega um Hauk í Þrótti og hann er ári yngri ég, hann er 87, ég er 86. Og bara ógeðslega góður í fótbolta. Og hann bara hún er í Val núna hvað í 10-11 ár. Hvað fór hann ekki 2010? Já, 2010, já. Og búinn að vera reglulega með 10 þjálfari á Val og búinn að vinna nokkra titla og fyrirliði og bara kóngurinn á Hlíðarenda. Þannig hann er í liðinu mínu. Já. Og bara líka svona... Hann er sexaðana? Já, hann er einhverju leiti vannmeti fótboltamaður, sko. Já. Finnst mér, sko. Gæði sem eru ofta að fengið höfuðmeiðsli á Íslandi? Já, þetta er alltaf galið, sko. Sko, þá förum við, sko, hann myndi spila þarna djúpar á miðunni og með honum væri Pálmi Rafn. Já. Ég verði það Pálmi Rafn í liðinu. Bara ekki láta taka vítinn? Ég veit ekki hvað Pálmi er að spá, sko, því hann er góður í vítum. Hann tekur það eins og Albert. Hann lappar og horfir á markmanninn og svo sparkar hann þegar markmanninn er búinn að fara. Albert segir þetta geðing líka. Nei, en Pálmi byrjaði eitthvað að breyta þessu, skilurðu. Sá hann svo vítið hans á móti Vægs, þá var hann ekki að horfa á markmanninn, sko. Nei, þetta er bara eins og Ingvar Jónsson sagði það, hann ætlar að setja hann í sama hópnið alltaf og hann gerði það. Já, allavega það er leiðilegt að tala um það. Já, Pálmi geggjaður, bara Leifur Ström og bara, hann er geggjaður. Já, Pálmi bara er í þessu liði, bara eitt sá best sem ég hef spilað með og bara tala nú ekki um, sko, persónuleikann, sko. Það er bara, þú finnur ekkert mikið vandaðra einstakling, sko. Já. Svo erum við með á miðjunni líka
Rúnar Má Sigurjónsson. Það veist, ég spilaði með honum í Val og gæinn bara vél. Þú veist, hann með þetta 8-pack sem ég var að tala á hann. Eiginlega 10-pack sko. Og hann bara svona lítill samanrekinn kubbur. Ég hlaupi endalaust, hann bara með eitthvað díselvél hérna bara. Ég bara hlaupi endalaust, geðveik skot. Ég ætlaði að spyrja, hann hefur náttúrulega skorað nokkrar bútar af maðurna. Þú sem markmaður ert að verða fyrir þessu, tekur þessi sérstaklega eftir þessu. Hversu góður góðar lappirnar á hann? Það bara einn af þessum fáum sem eru með svona atvinnumannaskot, skilur. Hann bara svona, þú veist, þegar hann sparkar í hann, það eitthvað öðruvísi, skilur. Og svo hefur gæinn aldrei verið stressaður á ævinni. Þú veist, hann var að taka víti hann þegar hann spilaði í Pepsi-deildinni og hann var bara taka eitthvað svona panenka chip, skilur. Þú veist, á 90. mínútu eitthvað svona slá hann inn. Bara svona eitthvað létt lobb á markið, sko. Hann var aldrei stressaður, tekur geggjuvíti, frábær leikmaður, ógeðslega skemmtilegur og já, bara geggja að spila með hann og við erum góða vinnir í dag sko, bara kongur sko. Kongurinn og kantarnir? Já sko, ég er með náttúrulega mann þarna inni sem ekki hægt að sleppa og var bara fyrsti maður á blaði, Óskar Örn Hauksson. Sjálfsögðu. Já, og þú veist, hvað þarf að segja meira? Það þarf ekki að segja meira hann, en samt. Við erum ekki að challenge þetta sko. Nei, hversu mikil geit samt? Gæinn að fara að vera áfram í KR. Þú mátt alveg setja greina á þetta. Þú mátt jafnvel setja greina á þetta. Já, bara geitin. Já, ég er að segja það. Íslenska geitin. Já, ég meina gæinn að markaðastur í sögu KR og með þetta og hitt met og allt skilur. Hvað er hann búinn að vera hann lengi? Já, endalaust. Endalaust, bara já. Þetta er galið sko. Hann og Pálmi 84 að fara að halda áfram sko og þeir voru bara drullu fokkin góðir í sumar sko. Ætlaðu að halda áfram? Já, auðvitað halda þær áfram. Já, djúðlega gott. Auðvitað halda þær áfram. Það eru ekki búið að skrifa undir það en þeir eru að fara að halda áfram í þessari Evrópubaráttu. Þeir eru að fara að vera áfram sko. Óskar búinn að semja eins á samning í svona 6 ár núna. Já, ég veit það, hann alltaf býði til betri aðstöðu í KR, hún kemur ekki alveg strax. Nei. Það er eitthvað 2-3 ár í það. Og hinkanturinn? Flott plön. Já, hinkanturinn, sko, er ég með einn af mínum betri vinnum í boltanum líka, Atli Sigurjóns. Hann Sá flottur í ár. Já, sko. Þetta samt ekki smá vinagreiði eða? Varst þetta einhverja betri kampina með það? Nei, sko, þú veist, ég er alltaf með lista af mönnum sem komast ekki leið sem getur að vera þess og Matthías Guðmundsson, Val. Já, hann er miklu betur en Atli Sigurjóns. Já, en sko, ég bara sé, sko. Já, ég sé Atla gera hluti sem eru bara insane, sko. Ekki voru mér núna fyrir þegar Atli Sig leka hann og gæðir, sko. Já, það leka hann gæðir. Og það var svona langt tímabil á hans ferli sem hann spilaði bara ekki nóg, sko. Ég veit ekki alveg út af hverju það er og kannski engar sérstakar skýringar á því, sko. Menn fljótir að benda á hausinn, sko, þegar menn sjá þessi strák sem er svona góður í fótbolta og okkur hann fær ekki að spila meira og okkur er kannski hann er ekki 15-10 marka maður á tímabili. Já. Ég meina þegar hann kemur bara flegi ferð og tjekkar inn og hamrar hann með vinstri í fjærhóttinu, þetta er bara bilun. Og ætla að sjá hann gera það miklu oftast. Það er alltaf gaman að sjá hann spila sér 2-3 mörg. Og sko ef við lókum þessu liði, að ég veit Strækir? Já, það er Kjartan Henry Finnbogason. Kemur óvart. Mesti nutcase í bara, sástu þegar þetta kýla Þórð Ingason eða? Já, það voru allir að kýla alla. Nei, það var einn bara að kýla þig, hann er alveg, hann er rugglaður. Koma það, maður er fullt að hita í þessu, menn voru eitthvað svona rétt að slá frá sér. Kjartan bjó til hita, það var enginn við hita, þannig að það var Kjartan, sko. Já, en hann er samt geggjaði strækir, ég gef hann það. Já, og Kjarri er líka með þetta atvinnumannsskot, eins og Rúnar Már. Hann bara svona flengi boltan. Já, bara einhvern veginn hrein rist bara. Já. Og já, bara hann er ógeðslega góður. Já. Og bara maður vissi alltaf að hann myndi skora, sérstaklega þegar við vorum saman hann 2014, sko. Það ætla ekki að koma heim aftur núna. En þú veist... Ég held ég munið utan af, það er, í markinu er Beitir, svo erum við með Hauk Heiðar, Mumma Messi, Gunnar Þór og Skúljón, já, Aron Bjarki, hann er á bekknum. Hann er á bekknum, sko, ég var búinn að skrifa bekk hérna, það var Kitty Freyr, Bjössi Hreiðars, Matti Guð, Bjössi Hreiðars? Já, Jónas Gunni, Greta Sigfinnur, Garri, Björn Þorláks, Jakob Sjúp, já, Bjössi Þorláks, hann er liðstjóri. Atli Sveinn Þórans, Pablo, þú veist, ég ekki tala upp endast af hann, sko. Já, Pablo, Djúpur Haukur Páll, miðinn ertu með, Pálma og hvern aftur? Rúnar Má, Kantanum Atla Sigurjóns og Óskar, Kjarri. Þetta er geggjalið. Þetta lið myndi jafnvel ná Evrópusæti, sko. Já, þetta... Jafnvel ná Evrópusæti, þú ert svo mikil brandarkall. Herru, Leifur, já, við þurfum að keyra þig, það er bara vandamálið þegar við fáum mann sem þig, Sindri, er það... Það er svo mikið þig, sko. Ég get ekki alveg talað, sko. Talar fótbolta,
viðskipti, golf, deilir alltaf mikið á þessu með okkur sko. En ég var að koma inn á líka hérna með Beiti. Já. Hvað gerist, þessi markmaður hættur, hann ekki búinn að spila mikið á því eftir deild. Já, hann á eitthvað samt. Hann á eitthvað samt, já. Já, ég ekki með töluna það. En svo kemur hann til KR og þetta krísa og það eru, hann á fínt tímabil, fyrst tímabil, en það samt efasemdarraddir út allt. En Rúnar hefur bara haft tröllatrú á honum alltaf. Þú veist, hann tekinn af algjöru neyð, var Rúnar búinn að hafa augast á honum, hvernig svona, hvað gerist? Já, ég get alltaf ekki svaraði hvort að Rúnar var búinn að augast á honum, hann vissi náttúrulega augljóslega hver hann var, en það sem gerist að Stefán Logi meiðist, og eins og ég segi aftur, ég man ekki hvort það var 2016 eða 17, en byrju, ég held að Rúnar var ekki svona þjálfað, ég held að Willum hafi verið að þjálfa þegar þetta gerist sko, þetta er 2016 eða eitthvað. Bjarni var alltaf með okkur 2015 og hálft 2016. Já. Þetta er auðvitað 2016, allavega þetta er stólið mér, en Stefán Logi meiðist, ég spila leik á móti FH í deildinni, held að hann hafi farið 2-2, svo spilum bikarleik við IR. Ég bara góðan feeling, að verja eitthvað, svo svona 20. mínútu, skuttlaði mér á bolta, grípa hann og einhvern sem dundrar í höndin á mér. Einmitt. Mölbrotnar höndin, þú veist, ég kláraði hálfleikinn, þú veist, gat ekki lyft hendinni og svo kom inn í klefa og hún var bara allt titrandi og bara, já, þetta er allt brotið hérna. Og sjúkraftan sagði bara að verða að fara út af og bara, þú veist, ég var að drepast í hendinni. Og þá var bara, þurftum að fá undanþágu og... Gefum Jakob Eggerts, King Jakob Eggerts sem kemur inn á sjálf líka. Jakob kom marki og unnum vítaspyrnukeppni og hann var hetja þar. Já, en já, eins og segir, já. Og þá var fenginn markmaður á undanþágu og það eru bara ekkert margir á lausu og sérstaklega okkur leveli til að spila í efstu deild. Og Beiti var á lausu, ég held að hann hafi verið í Keflavík ári áður. Náttúrulega augljóslega búinn að spila með HK. Einmitt. Og hann bara fenginn inn og var bara í ekkert sérstöku standi og hann getur alveg vitnað fyrir það sjálfur. En bara kom sér fljótt í stand og bara KR legend í dag. Algjörlega. Og bara gæi sem að, það ekkert annað hægt en að elska hann að gæja. Nei, en hann líka, þetta alvöru underdog story. Já, það bara, það sko. Hann ekki að vinna einhverju grjótara unni eða ég byrla? Jú, hann er verktaka fyrirtæki og var að vinna mest upp á heiði. Í alvöru? Já. Það bara gamli skólinn, þetta bara Já, hann er bara á Hilux og með einhverja tangir í rasvarsanum sko. Og eitthvað svona röratangir og eitthvað dót sko. Hann í útvíðum gallabuxum þegar hann mætir æfingar? Nei, hann bara í einhverjum vinnubuxum eða joggingbuxum eitthvað þannig sko. Honum eru ekki hleyptin átó? Hann kann að hafa sér til sko. Já, Beiti getur alveg flottastur sko. Hann er alltaf í vel þröngum skyrtum og alveg sexy á því sko. Alltaf með chestið og axlirnar og... Þú búinn að mæta draumalegin eða ekki? Nei, ok. Ég náttúrulega engin fótboltamaður sko. Já, en þú ert samt alveg með við erum undanbúin að eða ekki draumalegin þáttum fyrir þig. En best klæddi leikmaður sem við spilum með? Best klæddi sem spila með? Þetta er skemmtileg spurning. Já, þetta er náttúrulega fárlega spurning. Vá, líka þú setur mig svona á spott. Því að svo ég gefið smá tips, ég er líka að spyrja best klæddi. Já, sko, náttúrulega versklæddi er miklu auðveldara og... Já, þú mátt velja bara. Já, við vorum nokkri Danir sem við spilum með, Henda þeim út Ég veit það, en það er bara svo augljóst. Það var gæði sem heitir Morten Beck sem var í hægri bakverði. Ég er ekki að tala um Morten Beck Andersen, ég er að tala um Morten Beck Litla. Ég man eftir honum. Sem við köllum Beef. Hann var góður, sko. Já, hann var geggjaður, spilaði hægri bakverði okkur. Hann var bara típa með plastpokan og rifnu gallabuxunum og 8 ára gömlu strigaskóm og hann var alveg fáránlegur. Stefán Logi var líka svolítið að rokka rifnu gallabuxurnar sko. Já, Steppi svona, þú veist. Stefán Logi var samt í bæminn hér sko. Já. Hann var það sko. Þannig að þú veist, þú bara... Og hann líka með $1 million andlit sko. Já, Steppi svona, þú veist, kannski var eitthvað tímann út á túnni en svona heilt yfir náttúrulega, já, Morten var alveg hræðilegur. Ég veiti þess að hann er brjálagur á Valdi Beiti sko. Það? Já. Steppi ógeðslega góða vinnir og þetta var alveg tæft, þú veist, með þá tvo en svona ég og Beitir erum Íslandsmeistrar saman og þú veist, já, ég bara... Það var að senda, geymt er ekki gleymt. Herru, Leifur, þú var alltaf á spurningan þar, annars verður þetta 50 algjörlega. Hérna, já, mér langaði, ég var aðeins að koma inn á Flatey því að verandi fyrirhundi starfsmaður þarna, eitt sá ástsælasti greinilega. Þetta kongur á það. Já, þú og Valtýr. Já, akkurat. Síðan ferðu út í Flatey og þetta er svolítið skemmtileg saga. Tímaröðin er, bara fyrir þá sem vita, það er Húrra, Flatey, Júsú, Átó. Og þegar þú ferð út í Flatey, þið færið 4 saman, Binna og Haukur, toppmenn, og sagan er svolítið þannig, þið vorum að keyra á þetta einu sinni
og þeir voru svolítið á eins og ég skildi að staðum sem þeir voru á fyrst, það draumur að fara til business og þeir segja bara hei, nú keyrum við á þetta bara nú keyrum við á þetta þeir eru alfari product gæðarnir, þeir voru bara með deyjandi, brennandi áhuga fyrir Napoli pítsum, þess að við kallum Neapolitan pítsur og við vorum búin að vera að hlusta á að tala um þetta og svo bara kom upp þessi hugmynd hjá mér og Jóni, bara heyrðu, akkur gerum við þetta ekki bara saman? Er ekki, þú veist, þið sögðu basically bara, þeir eru múin að tala um þetta svo lengi, ef þið gerir þetta ekki? Jú, sagan var einhvern veginn þannig sko, að Jón sagði við þá eitthvað svona, ef þið gerir þetta ekki þá stelum við Sindri hugmyndinni. Og hérna, og þeir skilur, þessi eru produktgæðarnir og eru algjörlega með svona sýnina og ástríðina á hreinu og við höfum reynslu af því að stofna fyrirtæki og svona ná athygli þjóðarinnar og hérna og þetta bara lá bara vel við sko að við komum í að skapa brandið og stemninguna og allt það og allir lögðu sitt á vogarskálarnar og Flatey hefur verið alveg mega success story sko og bara fyrsta staðsetningin sjúklega vel heppnað út á Granda tökum við Texas borgurum af Magga Texas heitnum og hérna bara var ekkert eitthvað það mikið í gangi út á Granda á þeim tíma. Nei. Við erum engir frumkvölar, við vorum ekkert fyrstir á Grandan en við vorum snemma á Grandan og hérna og fólk var bara ógeðslega ánægt með það. Það er flott svæði og það hefur bara orðið flottara sko. Og engin á okkar stöðum eru kannski ákveð svona prime locations, þetta allt svona ég myndi að segja Garðabarinn, ég elska staðinn ykkur í Garðabarinn. Já, Garðatorgi, Þetta enda frábær punktur, ef við tökum átó, það ekki á þessari lengju sem Laugavegurinn við erum með Húrra í bakhúsi Húrra í bakhúsi og það er á Hverfisgötunni, akkurat og síðan erum við Flatey út á Granda. Basically sko, þegar Húrra mætir, þá var Hverfisgötu bara niður Ísland sko, það er bara staðan. Þetta allt svona smá svona í skilgáði utan við. Það er alveg útpælt sko. Þannig en já, Flatey gekk bara strax ógeðslega vel og bara stimplaði sig inn bara sem að því að þetta er náttúrulega sit-down restaurant með pítsu og ég myndi að eins og þarna eru nokkur ár síðan, það var ekkert hægt að fara á marga staði sem voru restaurant með einhverja sit-down pítsu sko. Nei, Leifur hefur náttúrulega bóðið Dominos og þeir alltaf, ég veit að þeir eru að vinna í að bæta sín, nei, þeir eru ekki að vinna í þeir eru ekki samkjæmt. Þetta er bara tveir different geirar, skilur. Það er bara, þeir eru í take-away og heimsendingu og eitthvað. Já, food delivery. Þið eru ekkert í því? Jú, þið bjóðuð upp á heimsendingu. Eru þeir í food delivery? Nei, við erum í take-away. Já, ok, take-away, já. Það verður alltaf að sækja. En hérna, já, bara Dominos, náttúrulega frábært fyrirtæki. Já. Hefur verið lengi, sko. Og bara mikil fyrirmynd í mörgu, sko. En eru þið sérst með, af því að nú er ég mikill áhugamaður pítsur og ég elska pítsur. Er þetta, þú veist, til dæmis munurinn á ykkar pítsum og það sem ég fæ á hotninu eða Ítalíu eða svona? Er þetta mikill munur? Já, bara stór mikill munur. Ég veit ekki nákvæmlega hvað hotnið eða Ítalíu er að gera akkurat núna. En síðast að ég smakkaði var mikill munur. Við náttúrulega erum að gera pítsu bara eftir margra alda gamalli hefð, bara eins og pítsan var fundin upp. 4 hráefni. Já, það eru 4 hráefni í deginu. Það er bara vatn, greinilega ekki sem bara vilja þetta. Já, það er vatn, salt, hveiti og náttúrulega ger, náttúrulega ger. Þannig að þetta er bara 4 hráefni og svo fara bara tómatar á pítsuna, skilurðu. San Marzano, bara tómatar, þetta er galið. Það er ekkert annað. Ótrúlega er ekki vinnu að áfram með. Já, svo er það með ferska mozzarella, basiliku og þetta er bara fersk hráefni og þetta bakast á 1 mínútu. Skilur hvað það er engin aukaefni í dótinu, engin rótvatarefni í sósunni eða sykur eða skilur það er ekkert einhver fullt af efnum og drasli skilur. Mér langar líka bara rétt að koma inn á og bara hrósa þessum stað því ég vann þarna. Nei, Birgir, bara mála það. Ég hef vunnið á mörgum stöðum, ég hef vunnið á ýmsum stöðum í veitingageiranum, ég hef vunnið á bara flottum veitingastöðum niðri í bæ og annað en bara það sem einkenndi Flatey var einhvern veginn alveg í gegn einfaldleikin. Bara frá A til Ö. Bara mættir og svona vaktaplan, mjög þægilegt sling. Ég veit ekki hvort þið eru upplýstur henni en nei, það er bara forrit fyrir vaktir og svona. Já, bara mjög sniðugt, íslenskt forritum. En síðan ertu bara þarna, þetta er súper einföld þjónusta inn á gólfi. Bara afgreiða, bara eins og segir, það er engin heimsending, bara take-away, þetta er allt súper einfalt. Pítsunar eru 4 mínútur í bígerð og bara það var allt þetta var svo straumlínulegt og frábært sem gerir gæðin svo mikil sko. En að því vorum að tala um áðan bara takk fyrir þessa ræðu það er eins og þetta sé svona einhver ég þarf ekki að segja neitt ég kunni mjög vel við að vinnust það er frábært að heyra
En eru þið eitthvað byrjað að pæli, eða þú byrjað að pæli bara fyrir þinn rekstur bara saman hvað segja, Húrra, Flatey, Júsu, hvað sem það að meira pæli í sjálfsafgreiðslu, bara til að fækka starfsfólki eins mikið og getur, til að lækka kostnaðar, þó þetta sé náttúrulega óvinsælt take. Já, uppleggi held ég ekkert að fækka starfsfólki, sko, en það er náttúrulega líka bara auðvitað kúnnan og lífið, sko, að þú veist, ef við getum ekki haft meira starfsfólki þá, það meikar ekki sens, skilur fólk vil vantarlega ekki að veitingastæðinu loki. En þú veist, þetta með QR-kóðan á borðum og geta panta drykki og svona, það sniðugt. Já, mjög sniðugt. Hvað það er. En eins og þetta Flatey út að Granda, það er frekar lítill staður og svona, ég er ekki viss að sé nauðsynlegt. En kannski svo Júsu og Hverfisgötu, við ætlum að prófa þetta með þessa QR-kóða. Að þegar þú kannski föstudagslögðskvöld að ná athyglinni hjá stelpunni, skilur eða stráknum sem að taka pöntun og þau að taka pöntun á okkur borði og vísa öðrum á borði og taka af öðru borði og þú bara reyna að fá eitt bjór. Þá getur þú fara á QR-kóðan, bara eitt bjór. Það myndi leysa ýmislegt og hjálpa starfsfólkinu og fækka svona handtökunum, skilur að einhverjum er ekki að labba til þín, já bjór, hvernig, ok, labba, setja það inn í einhverja tölvu, fara svo dælunum. Þannig að þetta er svona bara einfaldur öllum lífið, sko. En þetta helst í hendur við þetta sem við talum á, en hækkandi launakostnað og annað og ég held að fólk vil ekkert sjá veitingastæði loka, sko. Nei, algjörlega. Herra Leifur, ég held sko við alla spurningar. Já, mér langar. Veitu hvað, erum við svona stressaði með tíma? Nei, við erum alveg góðir, sko. Ef þú ert góður, þá getum við bara... Málið það, sko, við hefum fengið, sko, ok, ég ætla bara að segja að því að fólk sem eru að horfa má bara fá að heyra. Já. Við fengum með Luigi Bergman. Já. Á undan þér. Hann veit nú tvennt fjölmiðlum. Það er maður sem hefur tekið viðtal af henni. Og hann sagði bara, djöfull er þetta langir þættir. En ég hugsa þannig að núna erum við alltaf bara hvað hérna. Já, við erum aðeins að slaka á. Sindri, þetta var geggjað punktur. Ég hugsaði bara á hann, það bara skiptum við sér í tvennt ef eitthvað er. Þetta er ekkert stress. Já, en við þurfum ekki að taka 2,5 tíma podcast, ég bara segja að svolítið tension allt í einu. Já, sorry. Fáttu bara næsta spurningu. Já, hérna, mér langaði samt að taka, að við erum múntaka aðeins með Húrra, við erum múntaka Flatey. Ef við tökum bara rétt aðdraganda að Júsu, af hverju hamborgarastað? Sko, þetta er bara hugmynd sem ég og Jón voru með. Þetta er raun og bara hamborgari sem við smökkuðum á ferðalagi. Bara þessi tegunda hamborgari, hann er ferskari. Af því að sko brauðið hjá okkur gufubakað. Þetta er svona blanda af baobönn og venjulega hamborgarabrauði. Sem það er bara baka á gufu, skilur, og það er svona fluffy og létt og þú veist, þetta er náttúrulega tekki vonandi Júsu. Þetta er bara aðeins ferskara take á hamborgara. Það eru ekki stórir svona, þetta er ekki þetta barbecue, bacon, stóri borgari, 150 grömm. Þetta er eitthvað svona aðeins nettara take á burgera. Þannig að þetta er bara eitthvað sem við höfum séð og prófað erlendis og okkur langaði að gera eitthvað svona útgáfu af þessu og í þessum svipaða stíl og Flatey þess að þú ert með restaurant upplifun en einhverja einfalda vöru sem allir elska. Þannig að þú kemur bara á restaurant, þú fær þjónustu, fær eitthvað geggjaðan mat svo dýrkar, pizza, hamborgari, hvað sem er ekki svona flóknasta kannski að gera, en alveg flókið að mastera það. En ég myndi samt segjum að ég er núna á lausu og ég var að fara að bjóða konu á date, ég myndi samt alltaf freka að taka hana Flateyinn í Júsu. Skilur hvað við? Já, ég skil hvað við. Ég er ekki að fara að borða, þú ert að fara að borða Júsu með höndunum til dæmis og þetta er skilur hvað við? Já, ég skilur hvað það fara, en sko Júsu og Hverfisgötu er samt held ég að sé... Já, ég hef eftir að fara að prófa Júsu og Hverfisgötu. Ég held að sé góð datestaður, sko, því að það er mjög cool tónlist við spilum og það er svona mikið ungu fólki og fersku og staðurinn náttúrulega mjög flott hannaði, sko. Flott stólar, já. Hverju voru það? Ég eftir að prófa, ég er bara búinn að fara að borga þetta nýju, sko. Já, Hafstudio, Haffi og Caritas. Já, mjög flott. Já, þau eru náttúrulega æði og gaman að vinna með þeim, sko. En já, og Júsu þar fá inn með okkur Hauk Má Hauksson sem er kokkur og hefur verið á grillmarkaðanum, fiskmarkaðanum, var á Suma í London sem er bara geggjaður staður, svona japansk stemming þar og hann elskar asíska mat og japanskan og allt það og þá komum við með það element svolítið inn í þessa burgera og eins og heima það er enginn verið að setja eitthvað kóríander á hamborgara og þetta er svona aðeins bara ferskar take, skilur við notum mjög feita borgara, 30%, þannig að það eru svona juicy og bragðmiklir og brauðið bara svona bítur í gegn eins og eitthvað ský og... Ég er bara svangur á að heyra þetta er mjög gott, sko. Jú, svo er ógeðslega gott, sko, og þó ég segi sjálfur frá. Það er fullt af góðum hamborgaram úti, Júsu er bara, hann er aðeins öðruvísi
og þú veist, sumir fíla það ekki en langflesti fíla það. En það sem að kannski marginið sem að þú er búin að nefna alla þess að gera er að þetta er aðeins frábrugðið frá það sem aðrir hafa verið að gera. Þú ert ekki, auðvitað ert ekki að finna upp hjólið eins og þú segir, en þú ert samt að kannski reyna að finna eitthvað edge sem aðrir ekki með. Algjörlega, og það er það sem við höfum reynt að gera, að vera með eitthvað first take á einhverja hluti sem fólk þekkir. Skilur hvað við vorum augljóslega ekki að finna upp Napoli pítsuna, skilurðu, en hún var samt ekki í boði á Íslandi. Það var enginn að gera Neapolitan pítsu, skilurðu. Nei, ef við grípum þetta einmitt og heimferða það á næsta stað sem er Átó, ef við fáum það bara aðeins frá þér, hvað er nýtt við Átó? Það er bara meiri áhersla að okkar mati á upplifunina hjá viðskiptavinunum. Betri upplifun í ljósum, það er bara sturla ljósasjó sem er á sound mode og hreyfist með tónlistinni, allt morandi í speglum, það er geggja hljóðkerfi hana sem að Hard Rock var með hana áður frá L Acoustics sem bara alvöru klúbba dæmi og bara alvöru fucking kerfi. Það er betri aðstaða fyrir flöskuþjónustuna. Við erum með svona bása sem eru eins og þannig að við getum ekki setið saman á móti hvað er ódýrasta flaskana? Maður fær mjög oft, eins og við skjóti Þetta flaskan Ég ætla að leiða fyrir það Það hljómaði svo vel, það er bara við erum með einu reglu á flöskubornum það er bara minimum spend 100.000 En þú veist, ég mjög oft heyrt það bara varandi Átó. Já, þessi staður er svona eins og í útlöndum. Já, það er ógeðslega gaman að heyra það. Það er það sem við erum að stefna að. Við náttúrulega erum á Íslandi og þú veist, við þurfum að skala þetta niður. Við getum ekki opnað eitthvað ofurklúbb sem er 1500 fermetrar, skilurðu. En hérna, við erum að skala hluti og þú veist, það koma svona alveg 200 manns inn hjá okkur og rúmlega það. Þannig að hérna, en þetta er alveg rétt, þú lappar niður einhvern dimman dökkan stiga og það er bara einhver rör og eitthvað dæmi. Þú er ekki farið þarna. Nei. Og labba niður einhver stiga og bara hvað er gangi hér, það er ógeðslegur gangur skilur, bara hvert er ég komin og svo labbar inn og byrja bara ljósin á barnum og svo labbar á lengra á sér ljósasjóið og finnur bassan koma á bringuna þér þannig að hérna shit, maður bara byrjaði þetta bara hefur þeim útskrifist að vera að baka sko já, við bara svona erum að leggja meira áherslu á upplifuna og líka þjónustuna á flöskuborðunum, við reynum að þrífa borðið oftar, tjekka oftar á fólki, sjá hvernig þeim líður og að bara allir geti skemmt sér á góðan og líka öruggan hátt, skilur við. Við erum leggjum mikið upp úr hérna öryggisgestunni. Tökum það, það er búið að vera mikið umræðan upp á síðkasti. Hvernig Þú þarf að tala um að þessi henda fólki út, eða? Nei, ég er að tala um bara Byrlan sem er búið að vera að tala mikið. Bara, þú veist, hvernig getum við stoppað þennan faraldur? Það er bara að vera á varðbergi, sko. Bara öryggisgestan hjá okkur og starfsmenn þurfa bara að fylgjast virkilega vel með og hérna og bara vakta, þú veist, og reyna að fylgjast með hverjir koma inn með hverjum og hverjir fara út með hverjum og tjekka á fólki hvernig ástand það er og annað, sko. Já, það er alveg en það er líka bara ógeðslega erfitt að fylgjast með þessu, bara... Já, ég meina, við erum að brýna það fyrir starfsfólkinu okkar og hérna, en þetta er bara sjúklega erfitt eins og þú segir, sem er 200 manns hana eða meira, 100 manns í röð, það er allir gargandi, langar að koma inn, þú veist, einhver á leiðinu út, skilur það er einhver að kasta einhverju glasi, fólk er ekkert í sínu besta ástandi. Nei og svo líka bara þig eitthvað, hei, hvað minnur þetta er bara kærastaminnum, það skilur, þetta er bara vant með farið. Sko. Þetta er vant með farið, en við þurfum bara að hérna vanda okkur öll og við þurfum bara öll í samfélaginu að fordæma þessa hegðun líka. Að þetta er bara fáránlegt að einhverju aðlar skulle vera standi í þessu. Ég bara trúði ekki, þú veist það maður að lesa þetta, ég bara trúði ekki að þetta væri til, skilur, ég bara... Mannvonska, sko. Já, þetta er bara... Þetta er allavega búið að vera að koma upp eitthvað undanfarið en það eins og hefur líka verið umræðan. Er þetta að mæla þetta skilur? Er þetta meira núna en áður? Þú veist, það er ekki tjekka á öllu, við vitum raunverulega ekki alltaf hvað gerðist. Þannig að þetta er bara ógeðslega leiðilegt og við viljum bara útrýma þessu sko. Algjörlega. Ég vil langa að leyfa Sindra að snögga afgreiða þarna þegar hann var að henda, þegar staðan var að henda mann út af helgina. Já. Það er bara case closed sko. Já. Það ekki? Jú, þú getur lesið fréttina á dýfa. Það segir sér bara sjálft. Já, þetta kom bara í fjölmiðlum og... Ég fekk svo spurningu daginn á okkar hendinni. Já, það er bara afgreitt mál. Já. Takk. Já, en svo langaði við líka bara svona svo við slúttum Átó. Það alltaf gengur mjög vel, en það er líka að hröðafgreiðsla barnum, það er speklar út allt,
klósetin eru líka flott. Þetta er bara, og eins og segir... Eru klósetin flott? Já, þetta eru risa hurðir, en Birgir, þú verður að koma. Já, sko, klósetgangurinn allir speglum og með eitthvað svona LED-ljósum og fullt að liða að taka myndir af sér í speglunum og... Leifur, hvað eru að bíða lengi til að komast inn? Þú ert náttúrulega ekki kannski fremstafan að... Nei, málið er það. Bara, þú veist, það er búið að breyta klúbbamenningunni á Íslandi. This guy ég skal bara segja það ef ég fer bara í dag, ef þú fer í bæinn og ætlar á einhvern vinsæla stað klukkan orðin 11, þetta er bara klukkutími rauðugt 12, það átti ekki séns 10, röltirinn 10 röltirinn á það þetta er bara nýja klúbbamenningi það er bara hárrétt, þetta er bara þannig það er opið til 2 ef þú kemur kl. 10, bara röltirinn ekkert vandamál 11 þá þetta byrja rauð eins og Leifur að segja og ef þú kemur kl. 12 og 8 bara eiginlega ekki séns, það er bara orðið fullt sko. Það er líka bara, ég hef alltaf verið þeirri sko, og ekki það að ég sé á merkilegum sjálfum sem ég er víst, en að ég myndi aldrei láta sjá mig ykkur röð sko. Nei, þið þurfum bara að vingast við Siggasteppa og við erum þannig bara með mennarnir í hurðinni sem að þú veist, eru í því svona að velja að hafna líka. Þetta er rétt að vona þessi að horfa á þáttinn í kvöld. Já, dökum það er nýtt sem að þeir eru að koma með að borðinu. Já, við erum með bara eins og tíðkast elnins, erum með picker í hurðinni sem bara svona, já, velur svolítið inn fólk eftir í svona, bara hverju við viljum hafa á staðnum og svo framvegis. Þannig að Hvernig fellur þetta í mjúkinni á góða fólkinu til dæmis? Já, bara góð spurning. Þetta er bara, já, þetta er bara, þetta tíðkast bara í öllum stóru borgunum alls staðar í heiminum, eða hvað? Ekki það, ég ætla að vera eitthvað písifiltur við Katirna, sko, en ég var bara svona, en já, ok, og þau eru með eitthvað fulltrúa sem hann bara velur, já, það sé bara, já, þau eru að vinna í húrra, þau koma inn, þessi er að, tónlistakona, hún kemur inn, það er bara svona að vera að spotta og vera að hjálpa dyravörðunum aðeins að greiða úr þessu skilji. Það er líka, það hlýtur að hjálpa líka með, það er náttúrulega vandamál þessi hérna undir borðið. Já, að múta dyravörðunum. Já, bara, þú veist. Já, við allavega erum ekki í því. Nei. Ég veit svo sem ekki hvað allir dyravörðun okkar er að gera alltaf, en það er ekkert að borga sig inn hjá okkur, sko, framfyrir röðuna. Þannig að þið getur hægt að vera röðabanga þarna. Já, en þú veist, það er röð og við erum að hleypa inn úr röðinni, en það er bara svona, picker sem er þarna með dyravörðunum, sem er bara svona þess að facilitata aðeins í hvaða röð fólk fer inn. Já. Þannig að your average Joe, hann var erfitt með að komast inn. Ekkert endilega sko. Þú voru að fara ekki þetta, mætti svona 10. Ég var líka það mætti snemma eða bara að kaupa sér flösku. Ég var bara að reyna að raka að fyndin sko. Þitt í enska Sindri? Liverpool. KR Liverpool, ég veit ekki hvað þetta endar sko. Já, þetta er bara, afi bara, já, ég var örugglega bara 4-5 ára að afi sagði bara Liverpool. En ertu samt, ertu Liverpool maður eða ertu púlari? Eða ertu fárveikur eða? Nei, ég er ekki fárveikur sko. Nei. En ég er búinn að halda með Liverpool bara alla minna ævi, skilur, í 30 ár. Missir að leika eða? Nei, helst ekki sko. Þá ertu fárveikur púlari? Nei, ég er ekki fárveikur púlari. Tekur þetta með þér á kottan? Ég var alveg drullu pirraður að tapa með West Ham núna sko. Já, ég var svona, varst alveg svona pæli ég bara svona, ég get að sjá með þetta. Nei, ekki þannig, ég var samt alveg brjálaður sko. Tjúð getur Klopp vælt maður, alveg sko. En þessi tækling samt fannst mér rautt sko, hjá Cresswell. Já, á móti West Ham, já, Ég veist bara burt sér frá öllu skilur, það er bara svona tækling er rautt, finnst mér. Það var ekkert á markinu á West Ham hjá Alisson, ekkert á því. Nei, það var ekki það var ekkert á því. Bíddu, erum við að tala um úthlaupið það? Hann hoppar á West Ham-manninn. Bíddu, en markið á Kurt Zouma sem hann fær hann alveg yfir sig og hefur allan tíminn í heiminum til að... Já, hann skeit bara á sig þar. Er það ekki það? Alisson skeit. Já, Alisson hann var bara einhverju öðru landi. Hann skeit á sig í tveimur. Já, við erum ekki að rugla því saman. En það er svona vel gert hjá West Ham, við stiltum svo vel upp, við vorum með blokkir í gangi og Van Dijk komst ekki í manninn af því að ég man ekki hver það var, eitthvað Declan Rice eða eitthvað stóð bara fyrir sko. Þannig að það er bara vel gert hjá West Ham líka sko. Já, algjörlega, mér fannst líka töff, þetta er alltaf bara útrúlega lítið atvik en þetta alveg í lókinn þegar það voru að sækja í 3-2 aukaspinnan tekinn þar sem Sadio Mane rétt næra komin inn stýra fram með, vel gert á lýsinum, ég veit ekki hver á að lýsa en spotta blokkina, þetta var algjörlega tekið æfingar sem Klopp til. Já, fótbolti í dag er bara svo sturlaður, þetta greipnir einhverja örendir og það eru með innkastþjálfara og set piece þjálfara og hitt og þetta og þú veist, það er að fara í alla díteila sko. Það er ótrúlegt sko. Ertu eitthvað að pæla í þjálfun á einhverju tímpúti? Þegar þú búin að safna ná cash?
það snýst ekki alltaf cash sko. Nei. Það er bara að hafa gaman að þessu. En já, það er svona kýtla smá sko. Það er blundar eitthvað smá þjálfar í mér sko. Bara eins og með starfsfólki á okkur í Húrra, alltaf þjálfa strákana og stelpurnar og þú veist, það er eitthvað smá svona, ég skrýt að segja því sjálf, svona leiðtogi / þjálfari í mér sko. Og ég fekk smá tilbúið sumar að vera markmannsþjálfari og sem ég bara svona Hvað lifa það? Það er bara eitthvað sem við gefum ekki upp sko. Nei, þú ert að spyrja stóru fyrir mig. Já, endilega, Okay, já. Það var ekkert svona óbert, það bara... Það var næst spurning, var það serið fyrir þessi þjálfara eða markmannsþjálfara? Ég myndi byrja sem markmannsþjálfari held ég. Já. Þú veist, ég held ég vera ógeðslega góður í því. Góður að sparka og góður í sem andlega þættinum að peppa markmanninn. Og búin að vera með marga markmannsþjálfara. Búin að marga góða markmannsþjálfara, þú veist, Gumma Hreiðars, Bjarna Sig, Stjána Finnboga, þú veist, fleiri góða sko. Þannig bara eiginlega alla besta á Íslandi sko. Já. Heyrðu draumaliðið þetta á hann kom til þjálfa Rúnar Kristjáns ekki? Jú, alltaf. Ég er búinn að með mikið frábært þjálfara, menn Rúni er bara, þú veist, það er bara eitt svoleiðis. Já, bara frárætt, Þannig já, þú veist, það blundar í ekki þjálfari en það er spurning hvernig við tíma fyrir það. Já, sko, draumurinn minn var náttúrulega að vera markmannsþjálfari, þú veist, í ykkur liði sem að Pálmir að bara þjálfa eða Skari eða eitthvað, skiljum við. Já. Það var ekki geggjað. Það sjáu hvað er að gerast núna, þú veist, Bjössi Hreiðars að þjálfa og Matti Guðmunds að byrja að þjálfa og svo byrjaði að aðstoða hjá okkur öðrum og skiljum við. En það var náttúrulega draumurinn til að byrja með, sko, en það var bara að byrja að taka þessi námskeið. Já. Og og ég held ég myndi vilja fara beint í þetta, að vera markmannsþjálfari og kannski elevatast úr því yfir í aðstoðarþjálfara eða eitthvað svoleiðis sko. Og sjá svo hvað kemur út af því sko. Hvað hefur mikinn tíma? Já, það var eitthvað, ef ég má grípa hérna boltann. Já. Hvernig nú átt þú að reka 4 mismundir ekstra? Ég er ekki að reka alla. Já, þú ert, þú veist, ert að partur af? Já. Partur af, bara kókurinn það. Og hvernig er venjulegur dagur þér? Bara venjulegur miðvikudagur? Ég er í 100% vinnu hjá Húrra sko. Skilurðu, það er staðurinn sem ég vinn á þó ég sé með puttana í öllu hinnu. Venjulega miðvikudagur það, ég myndi byrja hjá Gumma Emil kl. 9 í ræktinni inni í Vatnsmýri og þá bara tökum við klukktíma æfingu og ég vil daginn með Gogga sem er á Kaldabar. Byrju Vatnsmýri, er það ekki bara völklaskeitin eða? Ég eftir að fara á hann? Jú, frábær stöð sko, allt glæð nýtt og bara góður heitupottur og guður og bara næs sko og mjög þægilega tími og mikið að bara næs liðana sko, Björk er alltaf á saman tíma ég og... 9 segirðu? Já. Nú fyllist allt klukkan 9 sko. Þú veist, það er bara svona eitthvað bransafólk og bara þetta er gróska, alltaf bara frábært hús og... Bara gaman að vera þar. Já, byrja í ræktinni með Gumma og hann lætur mann taka hans á því og svona og... Svo myndi ég bara mæta á skrifstofu og fara vel í málinu. Við erum með skrifstofuna á 3. hæðinni í Húrra og það er bara fullt í gangi. Farið vel yfir e-mailinn og svo mögulega var ég að vinna eitthvað á lager, eitthvað sendingu sem er að koma. Oft erum við með einhverja fundi og rosa mikið verið að kynna eitthvað fyrir okkur eða við erum á einhverjum stjórnarfundum fyrir einhverja fyrirtækjunum eða einhverjum markaðsfundum, þú veist, það sem við erum að ræða markaðsmálin og já, við erum bara að vinna, þú veist, maður er bara að vinna þegar það fara að vinna sko. En þannig að þú ert í, þetta er alltaf merkilegt, þú ert í 100% vinnu hjá Húrra? Já, ég starfa náttúrulega, ég fær bara laun frá Húrra, en skilur eins og með Átón, við erum búin að koma því að stað, ég var að vinna í því bara í allt sumar og allt vor skilur stanslaust með Húrra og svo náttúrulega kemur upp alls konar mál hjá Júsu líka sem maður er að spá í og svo erum við með stjórnarfundi í Flatey og maður er að segja sína skoðun á hlutunum á hana þó ég sé ekki að vinna þar beint sko. Þannig að þetta er bara að blanda einhvern veginn af öllu dagurinn hjá mér og dagur getur farið hvers sem er skilur þú veist það getur bara Myndirðu segja að klukktímaðinn dreifist jafn mikið á alla 4 einingarnar? Nei, langmest Húrra sko. Já. Og Húrra er náttúrulega bara stórt fyrirtæki skilur þarf á því að halda sko. Stærsta af þessum 4? Það er þannig veldu eða? Já, veldu bara í markaðshlutdeild. Nei, ég myndi að halda Flatey vera stærsta í augnablikinu sko með 4 staði og bara frekar flotta veldu sko. Já. Bara allt 4 frábæri staðir sko. Já, en en sko varst að spá hvort ég hefði tíma alltaf að þjálfa. Einmitt. Ég ætla bara á þeirri skoðun að maður sko hefur tíma fyrir allt sem maður vill. Já, ég er nefnilega hjartarsammála. Já, þannig að ef ég vil þjálfa þá bara setja ég eitthvað annað til hér. Já, þú bara býðir þig til tíma. Já, og þú veist eins og þegar ég byrjaði í golfi og var fárveikur golf eða kylfingur þá bara bjó ég til tíma fyrir golf. Skilur ég bara ég er í golfi fyrir hádegi. Skilur ég er ekkert að fara að svara símann. Hvenær byrjaðir í golfi?
Bara, ég er búinn að vera 2 sumur núna. Já, og hvað ertu með Þorgeir? 10,2. Hvað ert þú með Leifur? Ég er með 10,8 held ég. En ég er búinn að vera þessu síðan ég var 6 ára sko. Hvað er það frétta? Við erum búin að vera með sko 5-6, það er allir bara fucking góður í golfi. Það er ekki tilvíli, ég er það bak við tjöldina. Ertu búinn að segja það? Já, ég er að setja saman Ertu með 10,8, hann er með 10,2? Ég er að setja saman drauma golfmóti fyrir TSS Dark. Já. Hvað verð ég með uppstallað í lókinu? Þú verður bara að drikja bílum. Það er bara að keyra milli og drikja sko. Þú verður með uppstallað á fyrsta teip bara með að taka teigur. Og byrjaði fyrir 2 sumur og hann er búinn að vera að segja hann var 10 ára. Já, það er bara þannig. Já. Og líka... Það er aldrei sveifla killu fyrir 2 ára síðan. Jú, sveifla killu, bara eitthvað æfingarferð með KR, bara eitthvað svona Texas Scramble fyllir í stæmi. En hérna, nei, ég hef aldrei spilað golf, aldrei F-golf eða prófað golf á neinu viti, sko. Þeir segja líka... Þú hlýtur að fengið þjálfara. Já, ég fór beint í kennslu, sko. Þeir segja samt, sko, að þessi risa... Það hjálpaði mjög mikið að hafa byrjað ungur. Já, ég byrjaði ekki ungur. Nei, þú byrjaði bara fyrir 2 sumrum. Já, það raun og verið þegar ég hætti fótboltanum, ég fór semi strax í golfið, sko. Það var bara... Það var svona einhver eyður sem þú þurfti að fylla í það? Já, það var bara eitthvað svona... Það skapaðist eitthvað tóm, kannski fór heim og vinnur 5 eða 6 eða 7 eða eitthvað og bara ok, ég ætti að vera á æfingu núna, skilur. Og ég bara setjast upp í sófa eða, þú veist hvað, vanlega fara á æfingu, strákana, skilur, fara í pottinn, sturtu, hlæja, hafa gaman, fór sér að borða, skilur. En bara allir komin í sófan og ég bara, var að finna mér eitthvað að gera og Gulli félagi minn sagði mig og Jón, förum í golfkennslu hérna á gauður sem heitir Gulli Elsu, alveg geggjaður golfkennari og eitthvað og við förum allir 3 saman til þessi kennslu. Það var eina skipti sem Gulli mætti. En hann átti sem sagt upphafið af þess að við myndum mæta og svo voru ég og Jón vikulega í golfkennslu allan veturinn sko og bara í hádeginu á miðvikudögum eða manni hvernig það var og já, vorum bara alltaf í golfkennslu og svo bara byrjuðum að spila í hermum og svo bara fyrsta golfsumarið í fyrra og ég náttúrulega spila sjúklega mikið sko á þessu þú veist alltaf þetta allir sko já, ég meina á þessu sumri held ég að spila 100 hringi eða og eitthvað svipað á síðasta ári. Er það mikið eða? Það er bara basically á hverjum degi sko, þannig að sumar 3-4 mánuðir, 100 hringir, þetta er... Ok, ég þekki það að setja þér þar til að vita það. Nei, þannig já, ég gat eiginlega ekki fara að sofa á þess að vera búinn að fara í golf, skilur hvað það er? Já. En sko, þetta er svipað ég var að segja á með tískuna, þegar ég prófaði golf og þegar ég actually kunni allt í einu golf, eða svona var það ágætur, og þegar ég er út á golfvelli með vinum mínum að spila golf og labba einhverju fallegri náttúru og menn er að fá sér kaldan og hlæja og hafa gaman þá hugsa ég bara að þetta er það sem ég á að vera að gera. Hérna líður mér eins og ég sé að gera sem ég á að vera að gera og það var sama tilfinningu ég fekk í tískubransanum og bara mér líður eiginlega hvergi betur en út á golfvelli þegar það er góðar aðstæður til að spila og maður er með skemmtilega fólki. Á Íslandi, Grafarholt. Ég er ekki sko, en Korpan náttúrulega geggjur líka sko og fullt af flottum völlum, Oddur og fleiri sko. Uppáhaldshóla? Vá, uppáhaldshóla maður, ég veit það ekki, það er frábær spurning. Ég er ekkert menn en eina held ég sko. Ég segi 18. Á Grafarholtinu? Þú myndir alltaf segja 19. fyrir ekki, það er svo rétt. Já, það er rétt það. Ég veit ekki, ég er ekkert menn en eina sérstaklega uppáhaldshólu sko. Það var náttúrulega mjög challenging hérna 5. á Grafarholtinu. Þegar maður er að reyna að kötta þarna og ógeðslega hóla sko. Maður þarf ekki að kötta sko, maður gerast alltaf. Nei, maður gerast alltaf. En hérna, ég er ekki minn enn uppáhaldshóla en völlur sem ég spilaði rosalega mikið í haust er hérna Las Colinas. Ég fór hérna í september til Las Colinas með fullt af skemmtilega fólki og spilaði þann völl 12 sinnum og bara klikkaði golfvöllur. Og já, svo var ég í PGA Catalunya núna í október. 2 frábæri vellir þar og hérna bara að spila í útlöndum er alltaf bara annað game eins og þú tekir. Já, það er geggjað sko. Við erum að fara jólum, það verður veisla. Já, geðvægt hvað Þurfum ekki að fara að hendi ykkur svona kat-golfferð og ég er bara... Það er löngu komið á teinana sko. Það er ekki það? Jú. Það er klárt. Við erum að fara hérna til Flórida. Já, geðvægt. Það verður veisla. Við erum að fara bara gömlu vinir. En þá er eiginlega bara komið að umræðarspurningunum, áður fyrir hraðspurningarnar. Dómus Nóa eru miklir knattspyrnuáhugamenn. Já. Og ef við rekjum bara skref fyrir skref hvar þú ert búinn að vera. Í fótbolta? Já. Og kannski uppáhaldsmoment áferð. Bætir við. Já, það er alltaf auðvelt. Þú skrifir hana? Já. Það er alltaf það. Það er alltaf ísmið fyrir það. Hvað er ég búinn að vera? Ég er að spila með Þrótti. Ég veist, ok, eins og bara, hversu góð varstu til dæmis þegar þú varst bara úlingur?
Ég var alveg frekar góður en það samt í marksum það sem við talum áðan. Ég 86 módel og ég var svona frekar seinþroska. Hvaða kynslóð það? Veistu, ertu með eitthvað nöfn á okkur? Beitir Ólafsson, Kjartan Henry Finnbogason, 86. Þetta kynslóðin undan gullkynslóðinni? Já, það voru ekkert margir sem eitthvað big time en eina skæri stjörnunum var Hjálmar Þórarinsson, skilur hann fyrir til. Hann var ekkert eðlilega góður hér. Fyrir Hearts og þú veist bara, við erum alltaf voru bestu vinnir sko, en og hver eru fleiri 86, það bara Raggi Sig, 86. Kókurinn er bestu vinnur katt. Já, það svona, ekkert margir sko, ég bara stóli úr mér akkurat núna sko. 86 kannski ekkert svo margir sko. En já, ég eins og 2006 þegar ég 20 þá var Atli Eðvalds að þjálfa okkur Þrótti og hann segir bara mig, kemur hann alltaf eins og hann er og frábær maður heitinn sko og hann segir, Sindri, það gera landslísmann úr þér þú ert með allt sem tilþarf og þannig er hann búinn á landsliðið, ekki? Jú, horfði bara í augunum og ég bara, shit, Atli Eðvalds maður, hann var landsliðið, hann segir mér ég segi bara í landsliðinu og eitthvað, svo bara fóbrotnaði ég korteri seinna sko, bara í uppbytun fyrir einhvern leik sko, þannig að þú veist Ætlaðir að vera atvinnumaður? Já, ég ætlaði það ekki allir bara í mislangan tíma sumir föttuðu snemma að geta ekki og sumir héldu aðeins lengur að geta Jú, ég hélt alveg í eitthvað smá tíma en svo bara tók annað við en einhvern veginn tókst mér samt að halda áfram í fótboltanum Já, sko við fjallum á 2009 Þróttur úr Pepsi-deildinni og þá tók við eitthvað sorgarsaga hjá mér Sorry, ég sögur um fyrir Er það liðið sem er efst eftir fyrirumferðina? Nei, það er 2003 eða eitthvað Ég svo gaman Ég ennþá, kemur alltaf óvart Það var takkið Fúsa og Sör Hermansen og ég æfði eitthvað aðeins með þeim 2009, hver er þjálfarið Þróttar þá? Það er Sko, Gunni Odds var að þjálfa og hann var svo rekinn og Steini Halldórs tók við og hann náði ekki að halda okkur uppi og svo eftir það fer ég Val eftir smá pásu sko Er Egill að spila með þér, Káar ykkur? Egill Jóns? Já Við spilum bara saman í Káar Var hann ekki Þrótti á Skúli bróður hans Skúli var Skúli bróður hans var með mér Hann var hann á þessu tíma eða? Já, ég var með Skúla í Þrótti sko Hann var alveg að ruggla á bróður sinn Ef ekki bara að ruggla Þeir eru að passa við fyrir þetta sko Já en sko það er alltaf svo auðvelt að setjast og tala sko talent bara já þessi var ógeðslega góður og ef og hefði þá væri hann bara Eiður skilur en Skúli og Egill bara hæfileikarnir í löppunum og hvernig snéru sér á mjaðmirnar og þetta áður sko bara klikka góðir sko Leifur, þetta er bara svo við Sindri og tala fyrir þátt sko ég hefði meikað þessi skákmaður ég hefði ekki meðist sko hann hittist þetta vísifingri og eftir það bara ekki með það er ekki dreifilegt fyrirlin sko en ok og svo ertu í Þrótti og ferði í Val brunarústir sem það eru Já, Valur var bara ekkert að góðan stað þessum tíma það var ekki til Af hverju ferði í Val? Var það bara Sko, ég man ekki rök hugsun á bakvið en ég held að var aðalega alltaf Haukur Páll var þar og ég minnir þetta að vera þannig að ég talaði við Hauk Pál 11 ár eða eitthvað hann fór hann á 2010 ég talaði við Hauk Pál og sagði eitthvað heyrðu, getur þú talað við Kristján Guðmunds þjálfarann og eitthvað hvort ég geti komið og eitthvað og ég held að bara minnir að tekja ákveð í það ég var bara 10 km þungur hann mætti í Val og var með markmannsþjálfara þar sem heitir Rajko Stanisic gæðin var, já veist hver er það? Hann var markmannsþjálfari hjá Stjörnunni og var ekki þar á Suðurnesjunum gæðin alltaf var leyniskytta í kaldastriðinu sko gæðin, já þú veist ok, við erum að tala hérna í skilur gæðin hefur verið með snæper bara í höndunum í stríði sko eins og flestir markmannsþjálfari í Íslandi já, nei, sko, Rajko þetta er besti og versti þjálfari sem ég hef haft í raun og veru sko gæinn náttúrulega þegar ég kem hann sér mig og hann segir bara ok hann segir bara þú ekki markmaður og ég bara hvað segir nei ég er ekki að djóka hann segir þú ekki neitt og ég bara veitu hvað er í gangi hérna skilur ég er bara að mæta þetta í Val skilur og Egilshöllin á æfingu og eitthvað og svo talaði hann ekki við mig hann bara pakkaði saman nei, hann talaði ekki við mig í 3 mánuði og þið veitir hvernig þetta er með sko austantjálsmennina og hann fannst ég ekki vera þess virði að tala við hann fannst það sóun á sínum tíma að þjálfa mig þannig að hann gerði það bara ekki en ég ætla að skilur með samning við liðið og hann þurfti að þjálfa mig en hann sparkaði á mig og lét mig gera allar æfingarnar hann bara þjálfaði mig ekki skilur hann sagði mér ekki til hrósaði mér ekki, skammaði mig ekki
það var bara sóun hans tíma. Bara 3 mánuði straight? Já, 3 mánuði straight og ég þurfti bara að sanna mig fyrir gæjanum. Svo sannaði ég mig fyrir gæjanum, var á bekknum hann að fyrra árum mitt hjá Val fyrir Halla Björns, sem var bara frábær markmaður. Spilaði sem einhverja leikið að sumar, Halli lenti í einhverju agabanni, var eitthvað hróaskeldu eitthvað með eitthvað U21 eða 17 eitthvað, ég man ekki hvernig það var. Fór eitthvað að sjá Kanye West á hróaskeldu eitthvað tjandan og... Það glæpur það? Já, þið muni ekki eftir þessu máli eða? Jú, ég man eftir þessu. Já, þetta er svona 10 ár síðan eitthvað. Var Kanye West á hróaskeldu? Já, var einhverju tónleikar, Kanye tónleikar í Köpen eða hróaskelda eitthvað og hann átti að koma heim, framlengdi eitthvað og þetta var eitthvað vesen. Alla, ég spilaði nokkra leikið til sumar. Svo sko sumar eftir, þá fer Halli og þá var það bara ég eða Ásgeir sem var unglingalandsliðsmarkmaður á þessum tíma. Haukari. Eða það? Nei, ég er bulla. Sorry, áfram. Hann er læknir í dag en dag, ég held sko, man ekki hvað hann Geiri kemur og leikni eða eitthvað fjandan. Já, leikni, ég heldur þetta. Og þá var bara ég að hann og fjölmiðlar voru allir bara, já, Ásgeir, ungur efnilegur markmaður, er að fara að vera aðalmarkmaður Vals og eitthvað. En sko Rækó, hann réð þessu. Skilur, hann var með baki á mér allan tíman. Og Kristján Guðmunds er aðalþjálfari. Já, og Freyr Alexandersson aðstoðarþjálfari, bara geggja teymi sko, en það var bara allt í fokki á Val og enginn fekk borgað og allt í vesinni sko. Og Rækó segir bara Sindri spila. Sindri spila? Já, Sindri er besti markmaðurinn sem við erum með. En skilur, gæði var búinn að segja 1,5 ára að ég væri ekki sem markmaður. En var hann þarna að bera virðingu fyrir þér? Já, það tók Hvað þurfti til þess að... Hvað varsla var það sem þú gerði þetta sem að... Ég þurfti bara að fucking skuttla mér út allt og stökk út allt og þetta er náttúrulega, sko, uppbytun hjá Rækó erfiðar heldur en æfing hjá öllum öðrum markmannsþjálfum saman, sko. Já. Gæin er ekkert eðlar æfingar, sko, bara störlun. Nei. Og Þetta var gamli skólinn bara í gegn. Já, ég náttúrulega var bara í brjála góða formi hana og sumarið þarna 2012 spilaði ég bara mjög vel með Val, sko. Og bara gekk fínt. Og já, og var þar og svo man ég eftir tímabilið 2012, þá voru að bjóða mér eitthvað samning og segja að ég var aðalmarkmaður eitthvað. En ég vissi þeir voru búin að vera að tala Fjalar líka, Fjalar Þorgeirs. Og þeir voru basically að ljúga mér, skilurðu. Þú veist, allt í góða, voru að reyna að fá mig til að skrifa undir eitthvað. Og frekar lélegan samning, en ég svo sem aldrei spilaði fótbolta fyrir peninga, þannig að það var ekkert aðalatriðið. En ég sá bara gegnum þetta og var búin að heyra að Fjalar var að koma og ég ætlaði ekki að fara aftur á bekkinn. Þannig ég flutti út og ætlaði bara að elta annan draumir, en það æfði með einhverjum liðum úti en spilaði svo sem ekki neitt. Hvað draum varstu að elta? Varstu að elta fattadraumin hver sýnin á? Sko, þetta er bara frábær spurning, sko. Þetta var bara change of scenery, skilja, bara skipt umhverfi. Ég var að vinna á NTC 8 ára, var fótbolta hér, ég langaði að spila fótbolta úti og ég fór að æði með Trelleborg og Lunds BK og þessi lið voru í deildinni fyrir neðan Súperrettuna sem er þá 3. efsta deild en samt svona hálf 18 mann deild, já. Og mér voru búin samningar þarna, sko, bara ekkert sem að make sense, skiljur. Þannig ég fór bara að sækja vinnur og fekk vinnu bara mjög flottir búð og bara, þú veist, Súsa hefur öll verið sögð og var bara geggjað, sko. En svo kemur þetta upp með mér og Jóni eins og við talaðum að stofna fyrirtæki og opna flottstu búð á Íslandi. Og þá náttúrulega hringdi ég bara í Rúnar Kristinsson og sagði bara, herru, þú er búinn að selja soninn, þú er búinn að selja Hannes, þegar vantar markmann. Það var svolítið sem þetta atvikaðist? Já, ég hringdi í Rúnar, ég sagði bara, og hann sagði, já, ég man alveg eftir þér og þú spilaði með Val og bara góða markmaður og eitthvað og hann sagði, ég ætla að bera þetta undir Gumma Hreiðars. Og ég sagði, já, Gummi Hreiðars þjálfaði mig í Þrótti og hann veit alveg hvað ég get og svo hringdi Rúni í mig nokkurn og setna og sagði bara, okkur líst vel á þetta og ert í formi? Ég bara, nei, ég er ekki í neinu formi. Hann sagði, já, Kott er í form og ég fór bara, hætti að drekka eins og við töluðum áðan og fór bara út að hlaupa og gera maðengar arbeir og... En við tölum það off-air? Já, off-air. Þú ákveður að hætta að drekka 2014? Já, bara janúar 2014. Leifur, ef ekki bara segja eins og þér, þetta er 30 þátturinn, þetta er fyrsta sinn sem að gesturinn okkar fær sér ekki sopa áfengi. Já. Sko, þetta er líka 3. þátturinn, þar sem að gesturinn okkar fær sér ekki... Gambino? Í vöruna, jafnvel, sko. Það er mjög fáið sem fá sér ekki í vöruna, sko. Ok, þú voru að hella þér í Gambino eða? Já, er þetta eitthvað quality víns eða að drekka það? Já, ég fann að Sindri var aðeins að þefa tappar með náðan. Já, maður þefa. Efstu hillu, sko. Er þetta efsta hella? Já. Já, þetta er good shit. Ná ekki? Jú. Líklegt að það var eitthvað.
Spes. Það bara að lykta vel sko, en þegar ég drakk það fannst mér rauðin mjög gott. Já, en þú varst að segja okkur fyrir þáttina að í Danmörku þá þekkist það bara að drekka bara, nánast daglega. Bjór bara vatn. Já. Skilurðu, og ef þú vilt fá frían bjór sérstaklega, þú veist, ef þú ert ungmenni og vilt frían bjór, þá hann bara auðfundinn sko. Það bara að opna listasýning þarna, eða ný búð þarna, eða einhver sína útskriftarverkefni sitt, eða hjólabrettakeppni, eða bara einhver skilur. Það bara erfitt að halda sér edrú. Já, bara bjór út allt. Lenskan bara, það party og það bjór fyrir það. Já, það bara bjór út allt. Það alltaf bjór. Bjór í hádeginu. Svo bara ef það gekk vel í vinnunni, 15, 1. lögdögum, jafnvel sunnudögum, whatever, þá máttu við taka pening úr skúffunni og kaupa bjór. Peningaskúffunni. Þá langar mér að spyrja þig, drykkjumenningin þá betri eða verri en á Íslandi? Það erfitt að leggja mat á það sko, ég var bara með mikið ungu fólki og þú veist, mér fannst fólk í köpinn alveg kunna að drekka. Mér finnst einmitt, mér finnst drykkjumenningin örugglega verst á Íslandi sko. Þú veist að því að við erum dálítið svona mökk okkur og svo edrú. Ég held að menningin að fá sér 2-3 og fara svo heim og svo að sé skárri sko. Ég ætla ekki að leggja neitt dóma á þetta, en þetta er rétt svo að segja, ég held að víða sé bara rótgrónari menning fyrir áfengisneyslu. Hvað sem sé á Ítalíu, Frakklandi, Danmörku, þar sem þau eru með vínmenninguna eða bjórmenninguna. Við erum alltaf bara með eitthvað bjórbanni hérna og boð og bönn og allan fjandann sko. Þannig að ég held bara þessi miklu rótgrónari menning víða. Og þeir kunna miklu betur að drekka en við. Já, ég held að sé alveg rétt sko, án þess að vera með einhverja áfellisdóma yfir Íslendingar sko. Þú gera það lengur. Ég held að við séum allir bara nokkuð neðið sammála. Við erum ennþá bara svo að læra á þetta bara. Já, en sko, pælingin var bara svo, ég er að fara að opna búð með besta vinni mínum, skilurðu. Við erum að fara að leggja allt okkar undir, skilurðu. Við erum að fara all in. Ég er að fara að spila með elsta og sigursælasta félagi Íslands í fótbolta sem var bara draumur hjá mér. Já, þú hefur náttúrulega aldrei verið í KR áður. Nei, ég ætla bara fæddist í Vesturbænum en svo bara flytjum við í Þróttarahverfið og ég spila bara þar. Og mér langaði bara til að vera 100%. Bara 100% í fótboltanum, 100% í húrra. Og ég hugsaði ef ég drekk, þá verður þetta eitthvað smá svona. Skilurðu. Og svo hef ég bara ekkert byrjað að drekka aftur. Nei. Og ég var alltaf með eitthvað loforð við Pálma og Skara og fleiri og bara ef við verðum Íslandsmeistarar þá fæ ég mér að drekka með ykkur. Svo erum við Íslandsmeistarar og ég var komið með eitthvað kampavín í glas og ég bara, mér langar ekki í þetta. Og bara, ég er bara góður. Fekk mig bara ekki sko. Það er mjög töff. Já. Ég er ekki að gera einhverja hetju úr þér, skilur. Það er bara, það er töff. Ég geti það aldrei. Nei, stundum hefur maður líka svolítið leiðilegt, skilur. Allir eitthvað hafa gaman og þú bara eitthvað, shit, maður langar að fara heim. Það er allir orðnir mökkaðir sko. En það er kostur og galla við þetta. Algjörlega. Þá eru komin í hraðspurningar. Tjútelskæðan. Ok, það er bara actually... Hvað finnst áriðum að hafa saman staðinu frá bólinu? Þetta er líka, sko, þetta er seinni þátturinn bara að því við erum að klára það sem að tappborður eru inni þegar við erum ekki að tefla. Næst verður bara myndin. En þá að hraðspurningum. Og ég svara bara hratt. Já, sko, ég nefni alltaf fyrir hraðspurningarnar, sko, þú býrði þann kost að þú ert að fara að svara hraðspurningum og þú þarft ekki að svara rétt eða svara hratt. Þá ertu bara fyrst sem kemur upp í hausinn og þú þarft ekki að standa við það, sko. Já, ok. Má ég koma með fyrst spurninguna? Já, gjörðu svo vel. Besti varamannabekkur landinu? Allavega ekki Frostaskjóli. Það er bara eitthvað spýta, sko. Ég man það ekki maður, eitthvað flottu bólstræði bekkur einhvers. Ég hefði átt að borga bara fyrir nýtt varamannaskil í Vesturbænum, sko. Ég satt svo mikið en þú veist, þetta er góð spurning. Ég er búinn að sitja á svona 200 varamannabekkjum, sko. Kallinn bara Carlo Gudici. Það er bókstaflega 2 spýtur í fyrst. Já, ég veit það. Það er góð spurning. Uppáhalds samstarfsmaður sem hefur, við skulum hafa þetta í fótboltanum. Í fótboltanum, Gunnar Þór Gunnarsson. Já, þú sestur niður á bar, þú getur pantað úrval. Að drekka? Já. Bara gott rauðvinsglas þegar ég var að drekka, sko. Já. En óáfengur? Óáfengt? Það tekir bara, óáfengan bjór. Óáfengan bjór? Já, bara Brio eða Peroni eða eitthvað. Já, Brio er rosalega. Uppáhalds staður í heiminum til þess að ferðast á? Verður að vera eldur? New York. Ok. Fara allt í bóðið þar. Önnur hobby, en golf, skák, fótbolti og tíska. Ég var að segja skák. Önnur hobby. Já, ég var að taka frá það, þið við. Bara, já, þú veist, ég veit ekki maður, líkansrækt, þú veist,
bíómyndir, kvikmyndir. Ok, skemmtilegt. Ég dýrka kvikmyndir, bara ég horfi ógeðslega mikið á sjónvarp, ég les ekki bækur. Þú að fyrirgefa mig, ég aðeins að reyna að kippa þetta í fóturum, sko. Já, let's go. Þú með forgjöf, þú með 10,8 ekki satt? 10,2. 10,2, já. Leifur þú með 10,8? Ég hef með 10,8. Uppáhalds svara, uppáhalds fatamerki, byrjum með því. Uppáhalds fatamerki? Bara all time? Já. Norse Projects. Skemmtilegt. Hvað er skemmtilegast við athafnastarfið? Skemmtilegast við? Að vera athafnar, hvað er skemmtilegast þeirra? Það er náttúrulega bara, já, frábær spurning. Hvað er skemmtilegast það? Já, skemmtilegast er ekki endurlegt. Það er náttúrulega bara að vera að skapa eitthvað nýtt, þú veist, að vera að skrifa söguna, skiljur. Rétt. Það er bara geggjað. Rétt svar. Hver er þín uppáhalds kilóa í setinu? 3-3. Það? Ég hata hana. Já, ég dýrka 3-3. Ok, syngja eða tralla? Tralla. Skemmtilegasta, fyndnasti vinur þinn? Fyndnasti vinur minn? Ég vil ekki bara segja Bjössi Þorláks. Það? Á sinn hátt, já. Það kemur á óvart, ég var að segja það. Hann er náttúrulega bara aðlátsefni, sko. Uppáhalds afrek á ferlinum? Af hverju ertu stoltastur á öllu sem þú hefur gert? Öllu? Já, þetta er mjög skemmtilegt. Þú mátt velja fótbolta og atvinnulífið og allt. Og golf. En ég nenni ekki hérna 2019. 10,2 í forgjöf og 2 í sumru, það er ekki til að hlæja. Já, það er þetta líka, það er margt að velja. Ég held að sé húrra og það sem sá starfsandi og það sem við höfum skapað þar. Það bara er einhvern veginn búið sama fólki að vinna þar allan tíman og... Já, ég held að sé bara húrra, bara allt konseptið í kringu það og bara stemmingin, sko. Ok, ein bónusspurning á þessu 4 vörumerki sem þú ert með. Hvað vonar að vaxa mest ef þetta er að velja eitt? Hvað vonar að vaxa mest? Já, þú veist, húrra er alltaf í hjartanu, sko, en þú veist, þetta er alltaf að vaxa vel og allt svoleiðis, en eins og segi, ég held að kannski potensialið á heimsvísu ef við varum að hugsa bara að sky is the limit væri að Yuzu, sko. Ok. Ógeðslega flott, alþjóðlegt nafn, klikka góði borgarar, bornir fram í einhverju bambuskörfu, bara ógeðslega fresh take á hamborgara og Yuzu gæti þess að veri bara með 500 stað átum allan heim, sko. Skilur þú? Geggjað svar. Mér langar líka að því þú komst aðeins réttin á hann, mér langar bara að ítreka að þið eru búin að reka þetta mjög mikið á sama starfsfólkinu frá byrjun. Húrra, já, sérstaklega. Já, húrra sérstaklega, sem er aðalsmerki bara fyrir flottan atvinnurekstur, sko. Algjörlega. Já, það er bara ótrúlega hvað það búið að lítið starfsmannavelta, sko. Og ef fólk hefur hætt hjá okkur þá er það bara fyrir að flytja ellendis eða baddegnir. Engin ósáttur eða neitt, sko. Nei. Hver er lykillinn að svona góðum starfsmann þetta? Það er sko, já, á þess að vera eitthvað að hampa sjálfum okkur, þá er það náttúrulega bara kúltúrinn sem er skapað, það er vinnukúltúrinn og þú veist að við erum þjálfarnir, ég og Jón, upprunalega og við þjálfum Óla og svo Sindra Þórhalls og svo Bjössa og svo verða þeir þjálfarar, skilur, og þá erum við konur með annað level og þeir þjálfa næstu gæja, skilur, og svo koma stelpunar inn 2016 með kannabúðina og þá koma Ída og Írina og svo kemur Guðbjörg og allar stelpunar, skilur, saman hvað heita Sigrún og Andrea Röfn og það eru verða þjálfara, skilur, svo koma nýjar og þú býr til level, skilur, þannig að það er allir einhvern veginn að vilja verða betri og þjálfa hvort annan innan fyrirtækisins, það er ekki bara topplegirinn sem er að smita niður, það eru allir. Já. Býr bara til ákveðin kúltúr. Já, og bara kúltúrin hefur bara haldist, vinnustæðakúltúrin í húrra sem er alveg magnað, sko. Já. Og við erum búin að með þess að flytja og þú veist, sameina búðirnar og já, húrra er bara fyrir mér alveg frekar uník, sko. Já. Er þetta lokalagið það? Þetta er lokalagið. Ok, hvað erum við búin að lengi? Þetta er búin að líða það er bara 2. Já, ok, frábært. Sindri, hvað er það mikilvægast í lífinu? Það er bara að hafa gaman. Sama hvernig þú gerir það, sko. Þvílík veisla, takk fyrir þáttinn. Sömuleiðis. Já, þetta var eiginlega bara, ég bjóst við þetta skemmtilegt. Það var skemmtilegt. 100% skor? Já, 100% skor. Já. Sá var upptjúnaður í byrjun. Já, ég veit það, þetta var sko, þetta skápdæmi mig fokkaði mér aðeins upp, sko. Já, þú ætlaðir að vinna maður og þú gerði það líka. Já. Það er bara svoleiðis. Herru, við þakkum gæla fyrir okkur eða ekki? Jú, þakkum Payday, Dominos, AHA, Motiv, Hreyfli, Kemi, Dómsnúa og Sindra sjálfsögðu og öllum sem hlustu eða er að horfa eftir á. Takk kærlega fyrir árið og við sjáumst að viku liðinni.